Já, 5. lótan með ykkur í annað skipti í þessari viku. Ef að þið eruð ekki búin að hlusta að viðtali við Steinar Bergsson, þá veit ég ekki alveg hvað þið er að gera í lífinu. Ekki mikið. Allt og lítið. Allt og lítið, af því að þið geta alltaf bætt við smá Steinar Bergs í ykkar líf. Ekki samt ekki? Það er satt. Herru, drekkhlaðin, já, ég ætla ekki að drekkhlaðin, það var mjög góð helgi að baki. Við vorum með Icebox og UFC í Kína. Hrikalega skemmtilegt. Það er góð stemning í stúdíónu og er ekki góð stemning í salnum líka, maður heyri ykkur. Sko, það er ánægður með Steina hérna, kólaði á pappabrandaræðin sem var geggjar því að venjulega eru það aðeins betra en þetta. Með skeinar. Já, með skeinar. Og svo púlar þetta strax og þetta, ég bara ánægði hvað vart svona komin í þetta hlutverk, skilurðu. Já. Fleygja inn einum góðum, einum lélugum brandara. Annað með þetta. Er ekki allir brandarar góðir brandarar? Jú. Það sagði allan Sókrates. Að með skilst. Herru, stákar, ef að byrja á byrjunni, nokkurn veginn. Svona, byrjum við hérna svona ríka baðis helgina. Davíð Rúnar kom inn fyrir viku síðan. Sagði okkur line-upið á Icebox. Maður vissi strax að þetta er geggjakvöld. Já. Og hérna, þetta var geggjakvöld. Já, þetta sveik engan. Þetta sveik engan. Því líka veistland með þetta var. Herru, hérna, það voru 4 barðar á meingarði. Ef við fyrir maður yfir meingarði, það er það sem þú finnur á í útsendingunni á Stöð 2. Þetta er inn á sjónvarp Símans. Og svo er það sjálfsögðu, hvað maður segja, svona hetjuna bak við tjöldin, ósungna hetja Íslands, Garpur Fletcher, Iceland Boxing. Þetta er allt komið á YouTube. Já. Þannig að hérna, hann er búinn að setja alla barðarinn þar inn og ef þú mistir af Icebox þá getur þú fundið á þar. Já. Inn á Iceland Boxing. Huge shoutout á Garpur Fletcher. Já, þetta er þvílík þjónusta fyrir hérna aðdándur af íslenskum bardagalistum sem hann er að veita hann bara free of charge. Já, free keipis. Já. Þannig að sko, hann var búinn að klippa þetta allt í sundur og saman og setja á neti bara samdægurs. Þannig að hérna bara ótrúlega maður. Það er sko, Garpur, ég ætla að gefa hann gott shoutout sko, en Garpur Fletcher virðist ekki að tekið þess að hvaða hlutverk sem er í kringu box og bara nelta. Herru, Garpur, viltu boxa, þú veist, í barða? Já, hann er geggjað boxari. Herru, og hann vantar kommentator til að vera fram myndavélina og segja hvað Íslands box er geggjað. Garpur er til í það, bara já, og hann gerir það geðveitt vel. Plus YouTube-þjónustuna sem hann gerir líka geðveitt vel. Ég hef reynt að keppa við hann, þar sem ég mæti þessu með kameru, tek upp sjó og eitthvað. Beats me every time. Já, maður á ekki breykið hennan meistara sko. Garpur er geggjaður og hérna hvet ég mann áfram í þessari vegferð sem hann er á. Hann er að gera mikið fyrir Íslandsbóks. Hann er búinn að gera heilmikið fyrir Íslandsbóks. Já, og hann svona sittur standardin. Ósungin hetja íslenskara bóksinu. Já, það var eitthvað gáttmæljós sem sagði það einmitt á það. Herru, ef að fara yfir fyrsta barðan á aðalkvöldinu. Já. Séðu við þess að Teitur Þór Ólafsson á móti Daniel Rósa. Þetta var Fight of the Night fyrir mér sko. Ef ég hefði valið þá hefði ég valið þennan bardaga. Já. Ég meina engin bardagi á þessu kvöldi var lélugur eða leiðinlegur. Þetta var náttúrulega bara þvílíkt banger line-up Jón Davíð. En það sagði hann líka hérna þegar hann kom til okkar að núna hafi hann svolítið verið að horfa á bangers. Kannski verið að minna að horfa á eitthvað, já, nú ætlum við að vera með 6 mínútur af tæknilegu boxi, bara. Þú veist, þarna, núna var hann svona meira entertainment value í matchupunum sko. Fyrir svona einn almenna mann. Þegar þú ert brjálaður boxnörd þá náttúrulega viltu bara sjá einhver hlíðaskrif og angles og eitthvað. En við viljum sjá róttök og við fengum það. Ég er ekki nógu gáfaður í boxi til að vilja sjá angles og eitthvað. Ég vil bara sjá bangers. Ég vil sjá Daniel Rósa og Teit Þór alltaf. Sammála. Ég vil sjá það banga. Já, mér finnst bara svo erfitt að gera upp segja þú veist eitthvað, þetta var bardagi kvöldsins út af því að þú veist, síðan er ég bara já og svo manni eftir næsta bardagi, já ok, hann var kannski ekkert mikið verið sko. Ég samtalið sko, ég pínu sammála bygga, ég held að þeir hafi sko pínu blætt fyrir það að vera sko svona snemma á kvöldinu að þú veist, Elmar Gabriel Marino er náttúrulega valinn bardagi kvöldsins og hann er náttúrulega rosalega feskur í minni dómarana sko ég hefði pínu á tilfinningunni að opna mainkartið hafi verið svona já, það hefur alveg örugglega ykkur áhrif og þeir settu klárlega tónin fyrir kvöldið ég held að þessi bardagi hann var svona flottur, gerði það verkum
að það sem kom á eftir bæði stemmingin í salunum var allt öðruvísi þegar hinni barðaðum kom inn og svo náttúrulega bara búið að setja bar. Já, þeir settu tónin sko, Já, alveg 100%. Fólk kemur inn bara ok, ég ekkert að fara cover up út í horni og hefja. En það hefði bara ekki verið í búið sko. Nei. Það var svakalega barða, en náttúrulega Rósa kemur alveg dýrvillis út í þetta og kannski mistökin hans var að hann eyddi of miklu púðri þarna í fyrstu lótinni. En Teitur sýndir mjög mikið hjarta hvað, þú veist, fyrsta lótan var óslega erfið en svo í annara lótu kemur hann óslega sterkur tilbaka og finnur taktin sinn svo í þriðju lótinni þá Rósa orðin allt og þreytur og þá bara, Teitur bara tíin off. Já. Mér fannst það ég átti erfið með að mér fannst Daniel vinna fyrstu lótuna önnur lótan fannst mér bara að vera mitt kaflaskipt. Þannig að þú veist, ég átti erfitt með að setja svona fingur á það hvað myndi vinna þá lótu og svo var Teitur bara öruggur í þriðju þannig að ég myndi ekki dómaran að Nei, mér finnst það sko önnur lótan þá fannst mér Teitur komast meira inn í þetta og Teitur var svona, þú veist, að taka þetta svo hann nokkaði niður í lok lótunar og þá maður allir bara, fuck, hver tók þessa lótu sko þú veist, ef það hefði verið skorað eins og pro-boxing þá hefði örgulega Rósa tekið lótuna fyrir knockdownið sko en knockdownið telur ekkert spes í þessu sko þannig að það bara eins og eitt högg þannig að ég skila að hann hafi tekið aðra lótuna og þar með sigurinn, hann Teitur. Já, það er open scoring á Icebox og þannig að bæði horn vissu að það var 1-1 samkvæmt dómurum komandi inn í þriðju lótuna. Já, ok. Þannig að það er svona pínu twist sko. En svo sko það var talið yfir Daniel Rósa í þriðju lótu. Já. Og í eitt skipti þá stoppa Sævar en það er svona tildurlega ósanngjarnt. Svona Daniel Rósa klárlega og svona ósáttur með það sem var stoppa bara daginn og þá mann ég hvort að Sævar hafi verið komin upp í 3 talningar í þessari lóti. En það er svona blessing in disguise. Af því að þú veist lokaspreturinn í bardaganum geggjað. Daniel Rósa bara pressa, Teitur bara að vinna fyrir öllum laununum sínum og Daniel Rósa étur svona högg sem hefðu mögulega kallað á talningu en Sævar veit að hann er búinn að telja yfir einu svona ósanngjarnt og ef hann þarf að telja aftur þá þarf hann að stoppa bardagann. Þannig að ég held að Sævar hafi sko látið bardagann rúlla sko. Já, flæða svolítið og leiftu svo bara svolítið á vera þetta svona lokaspertunum að vera á lokaspertunum. Af því að þetta var geggjað lokaspertur. Þegar þú veist Teitur að finna lótuna, Daniel Rósa að reyna að finna kraftökið og þú veist þetta var ógeðslega skemmtileg bara og líka bara skemmtilegt að sjá svona ólíkt matchup sko hann er með eitt sko svona hávaxinn langan í beinum þéttan í beinum höggum sem er svolítið að reyna að hreyfa sig svona lítið í óreins út af hann er að reyna að stjórna fjarlæðinni og eitt svona slökkar sem vill bara kýla þið fast í andlitið þó að hanskarnir sig aðeins fyrir það er allt í lagi hún með drull greið Daniel Rósa þurfti alltaf að loka fjarlæðinni þannig að svona vanna aðeins gegn honum sko og með eins og þú segir Teitur alltaf stjórna fjarlæðinni og hreyfa sig líka bara virkilega góður í að nota beinuhöggi sín já, það er alveg satt þannig að en hann setur Teit á rassinni eða ekki fyrstu lúti? Annar lúti annar lúti já, sem gerir þetta svolítið erfið sko að því að Teitur að vinna aðra lútu allan tíman svo að loka lútunni svona er svona vinnu statement. Já, ég meina þó þetta telli bara sem eitt högg eins og Biggi segir, þá er þetta hreint högg sem þú veist, er alveg sterkt sko, þannig að það skorar en þetta er ekki eins og í pro-boxi þar sem þetta væri þá eiginlega bara, já, þar sem þetta væri þá þú veist, 10-8 eða 9-9 lóta skilur, eftir hvorum við væri með að gefa hana fram að þessum tímabúnd sem er áhugavert, en sko með hvernig fyrsta lótan var, þá bara það er ekki hægt að byrja Icebox betur en þetta og líka bara bardagarnir á prílum sem við voru geggjaðir þannig að þú veist, þetta var alveg búið að byggja upp á þennan tímapunkt þú veist, kvöldið var búið að byggjast upp þú veist, það var ekki, þannig að þetta var bara svona áframhald að því sem var búið og setti virkilega flottan tón fyrir mennkarti. Einmitt, mér veist Artem múti Kormáki sem var síðasti prílimseldi það var hörkufætt, það var það var geggja hvað þeir bara klestu á hvort annan tvisasinnum þú veist, þegar dómarinn stoppaði eitthvað svona og svo bara aftur go og þeir bara hlupa á hvort annan það var eitthvað, maður hefur ekki séð þetta áður sko það var alveg bara báðir alveg spólgraðir sko já, bara vildi þetta það var mjög góðu fætt líka þetta voru bara allt heilt yfir góðu fættar en svo var það sko, mjög sterkur sko þessi fætt, Teitur móti Daniel Rósa
mjög sterkur contender Fight of the Night og ég er aldrei 100% sammála dómurunum í Icebox og saman eins og þeir voru að velja sko bardagamann kvöldsins eða Icebox Champion sem var þessi Hafþór Magnússon þá var maður svona hvað að diskutera þess að mér fannst það svo borðlíkandi bara, þú veist, mér fannst ekki spurning Já, en lýsendurinn voru ekki sammála Já, lýsendur var stöð Lýsendurinn vildu fá, hvernig vildu verið það fá? Töluðum Elmar Já, út af því að þau farið allar lótunar Mér fannst pínu weird út af því að er hægt að gera betur í boxi en að klára bara stöðva andstæðingiðin í fyrstu lótu Er þetta að standa sem ekki betur en það? Nei. En ég skildi þetta ekki sko en þeir hugsa þetta einhvern veginn sko En náttúrulega, þú veist, þannig erum við að tala líka annar komendendur var mjög skólaður og flottur svona boxari sem veitur og sem mikið box þannig að hann kannski fekk rosa mikið út úr því að sjá 3 lótur af teknísku boxi og náttúrulega bara Elmar og Briller á náttúrulega upp 2 þingdaflokka þetta alveg svílíkt statement hjá Elmari sem hann kom með þarna en mér finnst Hafþór hafa átt skili gaman að hann fekk þetta Voru þið sammála dómurunum eða þú varst ekki sammála að þetta væri Fight of the Night Nei, mér fannst Teitur Daniel Rosa fyrir mig var það Fight of the Night Já, en þú Heiðar, hvað varst þið vera Fight of the Night? Fight of the Night fannst mér vera Elmar, bardaginn Mér fannst það vera bardagi kvöldsins en mér fannst frammistaða bardagamanns kvöldsins vera Hafi Já, ok, þannig þú ert rauninni sammála Já. En mér finnst bara, sko, mér fannst Elmar bara taka sinn bardaga 30-27 en hinn var svona back and forth og þú veist, gæinn sem að vann var með þess að slegið niður og þetta var bara svona þessi bardagi hefði allt hjá Teiti og Daniel Rosa. Ég er sammála því, sko. Já. Sérstaklega þú ætlar að taka svona, ég ætla ekki að segja að Davíð Rúnar sé eitthvað svona hinn íslenski Dana White eða Dana White sé hinn bandaríski Davíð Rúnar. En þetta var svona, þetta var mikill crowd pleaser. Já. Kunna með það. Herri, en svo beef. Já, beef, ekki beef bardaginn. Sem við erum alltaf að reyna að gera einhverju bífi Sko ég vil meina að þetta sé bíf sko Já, kannski smá Meira núna heldur fyrir hennar bara Já Hún, Hildur var ekki sátt Hún var ekki sátt sko Hún var alls ekki sátt sko Hún sko, það mjög fyndið sko Hún kom, ég veit ekki hvort ég megi uppljósta þessu En hún, mætti mér aðeins eftir bardagann Mjög En var, þetta var tilfinningaríkt moment sko En hún svona langaði geðað mikið að koma í podcastið og tjá sig og ég bara, það síðasta sem þú ættir að fá akkurat núna væri mikrofón Now's not the time En þetta var 10. viðureign þeirra staðan er þá 6-4 fyrir ykkur Við náttúrulega fórum með fleipur hérna í Davíð Rúnar þættinum Fórum við með fleipur? Davíð Rúnar fórum við Já, það var farið með fleipur Já, og við náttúrulega endurtökum það bara sem upplýsingarna sem við fáum Þannig að Já, við kannski að árétta misskilningin Já, að Hildur sigraði í fyrstu viðureign þeirra á Icebox Já, sko staðan í Icebox er 1-1 Run it back Já, ég er sammálaði Líka þegar Þetta hefði alveg getað fallið hvorum meginn sem þessi bardagi. Mér fannst Hildur taka aðra lótu og mér fannst 1 og 3 bara flip a coin sko. Þannig að ég skil hann að vera gett pirruð að vera bara, þú veist 2 lótur óslega jafnar og hún tók eina ágætlega samfærandi. Þannig að ég skil hann að vera pirruð sko. Það var ekki önnur lóta sem var svolítið dominerandi af Hildi? Jú. Mér fannst það og mér fannst 1 og 3 eða bara ég get ekki Sko, mér fannst Erik að taka fyrstu lótu þegar ég horfði á þetta live svo horfði ég á barðaðan aftur og þá var ég bara ég veit ekkert hver tók fyrstu lótu og ég veit ekkert hver tók 3 lótu Erfitt að meta, eins og við segjum þetta er pínu ólíki stílar Hildur er að slá færri högg en hún er að hitta fleiri hrein, finnst mér Já, svo þungu neglurnar koma frá henni sko. Já, og hitta oft alveg hrein Ég get ímyndað mér að Erika hafi verið með meiri hausverk eftir barðaðan heldur en Hildur sko. Á meðan Erika er að vinna með magnið sko. Já, sem er með svona margir frá World Class gerur svolítið Þetta eru output machines Ég held að það sé bara sterkur leikur í amateur boxing senni að vera bara ná helviti aktiv sló og nóga mikið því að dómarannir, þú veist þegar þeir sjá því slá 50 högg og hinn slá 15 högg þá hefur það alveg áhrif, skilur bara líka svo mikilvægt, þú veist, þú ferð inn í svona exchanges, það er svo mikilvægt að eiga fyrsta og síðasta orðið vera, þú veist, fyrstur og þriði Já, sammála
mér skildist að það nú open scoring að það var nú einhver dómari sem gaf Hildi ekki aðra lótu sko sem ég varst nú að vera hennar svona mest sé nú ekki hvernig það já, erfitt með að sjá það fyrir mér sem svona leiðilegt hvað það var, það alltaf leiðilegt eða svona einhver dómari sér ekki það sem við hinn sjáum sko en það náttúrulega sko þú ert að horfa dómararnir sitja alveg upp fyrir hringinn og þeir fá náttúrulega ekki endursýningu og neitt þannig og þú veist, það bara mismunandi þú veist, þeir eru allstaðar við hringinn og þeir sjá ekkert nákvæmlega saman hlutin, þú veist fattið mig, bara eins og í bardaganum, þú veist, það sem headbutti kemur hjá Haffa og Íbra þú veist, það kannski bara einhver einn sem vel staðsett til að sjá svona smáatriði og þú veist, og í einhverjum bardaga það sem eru milljón högg þú veist, það ekkert sama count hjá öllum dómurum þú veist, þú stundum bara sérðu bara bakið og sérðu ekki hvar höggið lenda þannig maður skilur það alveg að dómararnir sé ekki alltaf sammála hver einstu lótu sko en mér var samt þetta það sterk önnur lóta hjá Hildi að kannski smá skrítið að einhver hafa skorað í hérna áttur já, það pínu skrítið en annars finnst mér í kringum svona viðburði oft vera svolítið talað dómarana Já, grein Já, þú veist, þetta vanþakklátt hlutverk sko, að gera þetta og það endalaust gagnrýni á þig, alltaf og það enginn sem þakkar þegar þú gerir þetta rétt sko. Nei, þú getur átt sko, þú getur dæmt besta boxbarda eða besta leik æviðinnar enginn þakkar það enginn sem þakkar fyrir en ef þú gerir mistök í einni lóta einhvers staðar þá leggst krátið á þig og þá færði allt neikvæða sko. Já, alveg grímt en Erikanót, nú ætla bara að gegja sigur hjá henni Já bara, þú veist, þú maður ekki taka því, sko, þó að við sem eitthvað diskutera Hildi hérna sko maður var svona eitthvað, þú veist ætti að mætast aftur eða eftir hún sagði, sko, Erikanót sagði þetta var búið og þetta var ekki bíf, það var vinkonur og þetta var búið ég vil meina að þetta sé bíf, það eru ekki vinkonur og þetta er ekki búið ég er færlega ósamála Nei, ég meina þú veist mér finnst að þetta ætti ekki vera búið mér finnst það rætt að taka eitt Icebox í viðbót þar sem að það bara svona trilogy Icebox trilogy líka bara út að það engar aðrar fattari, það var annarkvæmst bara ekki láta þess að stelpu keppa eða bara láta það keppa aftur með þér fuck it, þetta allt geggjaði bara það allt super close, það endar allt í split decision bara, þú veist, endilega láta það berjast aftur Verða það ekki líka voru þeir í Elite núna? Nei Nei, það er með headgear Já, konur eru alltaf með headgear sko. Það er alltaf með headgear Já, við erum svo mikla kallrimbur við látum konur alltaf Þóðar slái aðeins lausar og svona skrítið væp sko. Konur eru alltaf að vera með headgear þó að séu komnar í Elite Já, ok, hérna nú er ég bara veit ekki hvort þetta var Elite eða Nei, þær eru 19 Já, þær eru báður undir 19 Já, þær eru 18 ára held ég 18, jú, þær eru báður 18 held ég Nei, þá var það ekki Elite það stendur hérna á En það gæti verið þá Elite á næsta ári kannski Já, mér finnst þetta sko ég held að væri bara svo gaman að sjá þær ekki með headgear Þær verða að vera með headgear Já, ég skil það sko Það er ógeðslega gaman að sjá þær ekki með headgear Ég veit að mér finnst það fáraleg þurfa að vera með headgear Já, mér finnst það fáraleg regla konur verða alltaf að vera með headgear og bara, ég er ekki fan af headgear bara yfir höfuð, sko bara, já, þú veist, það er ekkert eitthvað sannað að þetta sé eitthvað betra og mér finnst það sjálfur þegar ég er að sparra að mér finnst bara hausinn minn stærra skotmark ég á miklu auðveldara með að slippa ef ég er ekki með headgear þannig að, já, ég er ekki fan af því Nei, ég verði til í sammála mér langar að sjá þær taka trilogíð það var jafnvel hægt að stilla því upp skilur sem síðasta en að síðasta bardagan Já, mér finnst það mjög spennandi viðreikn sko. Já, mér finnst það oft talað sko að því að Erikanótt er svolítið búin að dominita senuna einna heima og kannski oft talað kannski er alveg við sem tölum að sé engin keppi fyrir hana mér finnst Hildur vera bara starta keppni fyrir hellingskeppni Ég veit ekkert alveg hvernig þessi bardagi fór sko. Nei, já, alveg geta sko Hildar, já 2 split bardar í röð Ég var eftir bardagan þá var ég á því að þú veist mér fannst þetta close, getur fyrir sikkur megin en ég var Hildar megin á skoðning körlunum sko. Já, bara út og hún átti eina samfærandi loti á meðan að, þú veist, ef að Erika tók hérna 2, þú veist, þá er rétt mann og það Fannst hún minni líka með Erika átti 3. lotu skuldlaust Mér varst það meira fyrstu lotu sem því að horfa á þetta live sko. Ég var að horfa 3. lotu
og ég var bara með það Erika hands down einhvern veginn eða allan þriðjulutuna sko mér varst hún bara eiga þriðjulutu já að því að þú veist tel ég aldrei svona aðeins í hausnum yfir boxbóltum svona pling, Erika pling hildur já, og svo þurfum við að plinga off just about já og svona einhvern veginn bara svona plinga Eriku of mikið og oftur auðvitað svona já ok, ég finn hvað þetta er dominirandi einhvern veginn ég var alveg það sko í þriðjulótinu sko ég man nefnilega ekki, ég var náttúrulega í útsendingabilnum og náðu bara svona að rönna yfir þetta aftur þannig ég var svona mér fannst ein lóta að vera close og mér fannst Hildur edsa hana ein lóta gaf ég Hildi og ein lóta gaf ég Eriku já það er sko ég veit út að setja við Eriku og það er ekkert boxting sko það er sko hún er svo swagaleg hún kemur inn í hringinn skilur við bara með allar appirana pelsinu og eitthvað svo hún er svo basic boxfötum skilur við Hildur var í svona flottum buxum og eitthvað og ég var svona Erika Nótt er miklu hún er allt of mikil dífa til þess að vera ekki búin að kaupa sér almennilega buxur Dúndir henni í einhverja glimmerbuxur já, það sem ég segja veist, þá verða sko gott munstur einhver bönd og eitthvað glimmer og þú veist á að standa nótt fram hana já og helst þannig að það glampi þannig á buxunar að það blindi sko fólki á aftasta bekk já, það myndi svona það væri svona hæfilega buxur fyrir hvað hún er mikil dífa já sko. Og bara mikil sjómenn hún er mest í sjómenn á Icebox já þú sér bara, hún æfir volkinn sitt sko ég voru að tala um útsending þeir sögðu útsendingunni já, þeir lýsendin voru að tala um þetta bara að þegar þeir mætti eitthvað fyrir daginn þá var hún að æfa volkinn sitt sko þegar það var bara, ég skilða þetta er náttúrulega aðdrándinn að bardaganum og svo mikilvægt að koma rétt stemdur inn í ringinn já, og líka mikilvægt að rata já, en það sýnir bara hversu mikil sjómenn hann er að henda púðri í þetta já, sem er endar ógeðslega vandrarlegt og tapa svo bardaganum sko þá myndi fólk segja svona, hvað æfir walkinni þetta, þau eru ekki bara hægt að æfa meira púðinu já, fólk veit ekki neitt hvað hann að vera á púðanum að læra nýja hluti tími þegar hann lappar henni já, svo sem ekki, þetta var einmitt sko ég held þessi fínt að æfa walkinni sitt sko og hvernig þú ætlar að lappa og sérstaklega þessi rappara líka að því að þú veist, Teitur Þór hann fór bara í einhverjum skóarögsferð á leiðinni inn í búrið sko og rapparinn, ég veit ekki hver þeir heita allir eitthvað, þú veist, Big Slippy og eitthvað ég veit ekkert hvað þessi hver heita sko en þú veist, hann fór bara með hann í einhverjum skóarögsferð og tók bara 3 fjara mínna lag og Teitur bara eitthvað, eitthvað rappara þannig að þetta var ekki það að þú veist, rapparinn hefði verið að rappa Teitin í hringinn heldur var bara Teitur vagnir svona bara í einhver svona gönguferð með honum eitthvað skóaferð í einhver skóaferð skilur við og bara þessi rappar einhver svona pikalói bara dróð hann áfram eitthvað svona hringi kringum það og ég held alltaf að vera bara hvað ertu að gera? Ég held líka sko rappa bara inn í hringin ég held líka sko ef þú ert með eitthvað svona volkin og á miðju volkininu upplifur svona bara hvert á ég að labba í hvert hotni þú veist hvað leið á ég að fara þá byrjar strax að vera með eitthvað svona doubt einhvað óöryggi strax komið inn ég held að það væri betra að mitt bara þú veist, vera bara með ráti á hreinu bara labba það í autopilot bara komin í hodnið með fókusin á hvernig sem þú ert að vera keppaði já, klart mál og ef það er eitthvað að rappa ef það er eitthvað tónlistaðatrið eitthvað bubbi með gítar eða whatever skilur þá er hann bara að fylgja þér þú ert bara að lappa inn skilur en þú ert ekkert eitthvað svona trýtla eftir honum eitthvað svona fram og tilbaka það er kannski einmitt þetta skjóta því að það er uppur honum svona eitthvað, herðu, boxararnir eru eiginlega já, þeir eru the number one shit þeir eru the shit þið eru background music sko. já, einmitt, þú basically listu tónlist já Erika Nótt hún er mættin hún er stjarnan hún er stjarnan talum við að vera stjarnan, hvernig fannst þú pelsin hennar? geggjaður ég fannst hann geggjaður líka mér langar í svona oversized pels já þú veist ekkert meira dope en oversized getur pels líka púlað Ken á næsta Halloween jep ég hef verið mikið beðinn það já, sko, mér hefur lengi langað að gera það bara frá því ég sá Barbie myndina þá var ég bara að mér langað til að gera þetta við erum einhver svona opnum pels og já, það er ekkert massaðar já, ég náttúrulega er massaði fyrir þannig að ég þarf ekki að ná mér í það já, þú sem fór frá mín rosalega ég er náttúrulega bara að missa núna ég var 92 kíló í byrjun júli hvað kom fyrir? Biggie kom fyrir Biggie sagði mér að ég þyrfti að vera 77 kíló til að fá að glíma þess við hann og leika með honum og ég náði minnir í 83 kíló og hef haldið mig þar bara þegar að meðslinn komi og hef haldið mér þar síðan sko. já, sem er glæsilegt sko
Sko, ef við förum að sko, ég ætla að tæknigreina hana bara það, sko. En það eitt sem ég pældi í eftir á. Það var sko, hvort að við vitum, sko, Erika Nótt veit hvernig boxari hún Volume Puncher, svona kannski ekki alveg jafn mikið dandur en hún var fyrst þegar ég sá hana, skilur. Þess að Dóri D.S.N.A. sagði eitthvað, bara Prince Nassim. Hún aðeins komið svona back to basics. Bara hún skólaðari. Og minni eitthvað svona þessi skref og eitthvað. Mér finnst svona eins og Hildur sé svona aðeins að prófa nýja hluti. Eða svona sé aðeins svona eins og hann hafi verið svona fundamental boxari, skilur upp með hendunar, standa hérna tá í tá og svona bla bla bla. Það var aðeins meira svona niður með hendunar, hliðarskreið, smá dansi kringum búrið, þú veist, inn, út, þú veist, krókur, bla bla bla. Með svona aðeins vera svona prófa nýja hluti og endur. Já, ég sammálar. Mér fannst þú vera meira að draga líka höggin hennar Eriku fram til þess að countera. Já. Mér fannst hann svolítið verið að bjóða upp á svona sýninni target, svo hún myndi slá til þess að hún geti countera hana. Og mér fannst Hildur gera það vel, út af því að við vitum að Erika volume puncher. Ef þú sýnir henni skotmark, þá hún að fara að reyna við það. Já. Þannig að þetta alveg góð strategi. Mér fannst það flott. Þú mikið á djamminu. Já. Þið svolítið eins. Sorry. Já. Klálega. Þannig að þú veist, þannig að spurning sko, mér veist eins og að það megi run it back og þessi nýja Hildur, að hún veit ekki hvort hún hafi farið við Hafnarfjörð til að elta kærasta sinn eða fundið sér bara nýjan þjálfara eða hvort hún líði bara betur eða whatever, skilur en það allavega nýr þjálfari, nýjar hugmyndir eitthvað að gerast. Já. Og mér finnst alltaf lægi að runna hana bara tilbaka. Ég sammála. Það líka bara engin annar í boði. Þú veist, þessar stelpur, þetta keppni sem það geta fengið hérna heima, nýta það. Að þú sért með tvær gælur sem á sama aldri sem eru þetta góðar það væri synd að nýta það ekki. Já, það rétt. Skemmtilegt. Herru, færum okkur aðeins í næsta fætt. Fight of the Night samkvæmt dómurum og Heiðar Inga, Elmar Gauti Halldórsson gegn Gabriel Marino. Þarna sáum við bara skólabókadæmi, hvernig þú er svona skólaður boksari, nullar út stærð, kraft og þyngd andstæðingsins með því að vera geðveitt skólaður boksari. Já, eiginlega. Sko, það var einhver spyrill sem tók viðtöl í hringnum sem sagði Elmar Gauti, þú áttir erfiða fyrstu lótu og Elmar Gauti segði, fannst þið það? Fannst ykkur þetta ekki lúkka eins og erfið lóta? Jú, ég var alveg sammála að byggja þarna sko. Sko, lótan var erfið en hann tók hana. Já. Þú veist, og því hann var bara klokka stig bara með að jabba hann í bodyð og bara, þú veist, stig en svo kom Gabriel lendi alveg, þú veist, tveimur þungum vinstri höndum á hann og þó hann hafði kannski tekið lótuna þá þurfti hann svolítið að passa sig og hann fann fyrir þessum tveimur höggum, sko. Já, það sást, þú veist, hann vildi ekki vera sleginn í andliti í þessum bara, þú veist, hann passaði sig meira og kannski hann vill náttúrulega ekki segja að beintið þið barna, en ég skil það alveg. Ég var það gott svar hjá hann, hvað fannst það? Algjör töffari, sko. Já, setja það líka bara beint yfir á þig sem það gerði þig ógisla vandræðar í smáttum, ég er líka gaman að því svona, sko og næsta spurning en já, ég meina þú veist, það var alveg viðbúið svar en þetta var erfið fyrsta lóta af þeim sem ég hef síðan keppa við Íslendinga hérna heima. Er ég einhver kjánakrús að hafa gefið fyrsta lóta á Gabriel? Nei, sko við erum að horfa á það, við náttúrulega ég og Nonni erum bestu sætin í húsinu, sko, við erum bara alveg fyrir það og þú veist, þú er best, ég er á hlaupum. Já, ok, en allan, þú veist, maður sér þar, þú veist, þegar stóru vinstihöndurhögginnans lenda, þú veist, þá er maður bara wow, en þú veist, eins og því ég horfði á bardagan aftur, þú veist, úr fjarlægð, þú veist, þá sér maður hvað Elmar er mikið með þetta, en þú veist, þegar maður horfir á þetta svona up close bara in the moment og sér þessi nokkur högg lenda, þú veist, þá skil ég alveg að það hefur meira áhrif á mann, sko. Já, ég hefði, sko, ef þetta hefði verið prófreglur, þá hefði ég verið opnari fyrir Gabriel hefði tekið fyrstu lótu. Út af því að, þú veist, hann var ekki að heita þessum höggum alveg hreint, en það voru þunghögg og þau höfðu áhrif þótt þau væri ekki alveg hreint, sko. En það var eitt eða tvö sem maður lenti alveg hreint, sko, og maður alveg, þú veist, hann hefur fundið fyrir því, sko. En tilbaka er hann að koma með miklu fleiri högg, sko. Bara nokkuð jab í bodyinn og náttúrulega vinna lótuna þannig séð, sko. Já. Ég bara gaf þetta á Gabriel
fyrstu lótuna og við bara eitthvað, fannst það samfærandi og fannst það svona að setja mikið í þetta og svona svaka pressa frá honum sko hann lúkkaði vel í fyrstu lótinu þetta var erfiðasta lóta sem ég sé Elmar taka við einhvern veginn heima já, eða sammála en svo kemur í annar lótu það sem að sko Elmar byrja bara að grúfa og ef að Elmar að grúfa að þá átti ekki breyk nei, og ég meina Elmar bara líka he made his reads í fyrstu lótu það sást í annar lótu hann var byrjaður á hreyfingunum þegar hann vissi hvernig Gabriel var að snúa sér sko. og þú veist í annar lótu þá hann ekki eins og eitthvað reyna að passa að hafa einhverja fjarlæga á milli að hann bara komin in the pocket og það bara að slippa og rippa sko. Það var alveg bara geggju önnur lóta hjá honum og þriða líka sko. Hann satt fyrir svolítið þegar hann dettur í flæði sitt þá fer hann svolítið að lækka hendurnar sínar og maður var alltaf svona þú veist að hugsa bara, að Gabriel það bara tímasetja eitt fjarka núna, þú veist, einhvern veginn því að svona, því meira sem að svona loosey-goosey sem Elmar verður þá fer sérstaklega aftarhendar, hún fer að droppa svolítið og maður svona sér tækifæri fyrir þessa sveiflu en Gabriel fann hann samt aldrei sko. En svona maður fannst hann svona verða kannski svona smá careless en hann komst upp með það. Já, spurning hvort út af Gabriel ég sá að hafa byrjað að draga á honum svona miðja aðra lúti, þá var hann svolítið þreytur. Skiljanlega. Spurning hvort að Elmar hafi verið að draga fram högg. Mér fannst svolítið, sérstaklega í þriðju lútinu, og maður svolítið verið að draga fram högg og koma og countera. Skiljanlega. Já, það geta verið. Ágætis punktur sko. Ég skrifaði hjá mig við þriðju lútu að Elmar hafi verið svakalega crowd pleaser. Man ekki hvað hann gerði nákvæmlega. Svona mikill crowd pleaser. Það hafi bara verið hvernig hann boksaði og... Já, hann var smá showmanship hann í þriðju lútinu. Já, manstu hvað hann gerði? Já, hann var bara svona einmitt droppaði höndunum og var eitthvað svona smá salsa og chili salsa. Ég líka fílaði sko, ég fílaði, þú veist, ok, fyrsta lóta var erfið og, þú veist, mér fannst hann alveg taka hana en svo eftir aðra lótu, þú veist, það var klálega lóta sem hann tók og svona hann kom í hotnið sitt og svo aldrei svona benti svona þetta var mín lóta og svona smá taktar í hún sko, það er gaman að sjá sko. Já, sammála. Smá aðeins leiða sér að vera montinn og, þú veist, hann þessi top dog þarna og hann leiði sér alveg að vera með smá stærk. Það er líka kannski aðeins svona smá munur á honum frá því að ég sá hann á síðasta Icebox. Þú veist, það var líka með svona yfirbyrði. Það minna showmanship, sko. Það var svona meira bara lappa út í hornið sitt og hlusta á þjálfarann sinn og svo fór hann inn og skólaði inn í drasl og svo aftur rinse and repeat, sko. Já, það satt. Það má alveg leifa sér að vera með smá töffaraskap, sko. Já. Hann er búinn að vinna fyrir því. Sammála. Talandi að sé engin keppni fyrir Elmar, eða engin keppni fyrir Eriku. Einhver keppni þetta heima fyrir Elmar? Nei. Steinar Bergs. Já, Steinar Bergs til í það. Steinar Bergs var að tala hann hafa verið að boksa við Elmar þegar Elmar var í Mjölni. Það er svona síðan, sko. Það var landsmeistari samt ekkert tímann í Noregi. En ég hef mikla trú á honum Ísaki úr Vaffbísi. Hann er núna komin í elít. Ég hlakka mjög til að sjá þegar hann mætir Elmari. Það hlýtur að vera bara næsta Íslandsmeistaramótið eða eitthvað. Já. Þegar hann er drullu góður, sko. En ég meina, hversu oft í viðbót haldið Elmar sé að fara þú veist, ég get alveg haldið að hann sé bara að fara út eftir áramót og verði bara meira eða meira úti að leita sér eitthvað keppa eða heima undirbúið sér fyrir það á næsta ári, sko. Því að mér finnst hann tala eins og að væri ekki droslega mikið eftir fyrir hann hérna. Já, þú spurður hann hvort að hann ætla að fara í pró. Já. Hvað sagði hann? Svo virðist það ekki vera, sko. Ég held við myndum fá mómentið bara, já, núna er komið að því, sko. Já. Og það mér finnst svona eins og Davíð hafi talað það, svona, þú veist, að þessi komið tíma á þetta, sko. En alltaf ég held að hann langi bara, þú veist, hann langar í Norðurlandatitil og, þú veist, hann langar að fara á eitthvað svona Evrópumót, heimsmeistaramót, þú veist, frekar heldur en að vera að fara í eitthvað pró. Maður skilur það alveg, þú veist, það er alveg, þú veist, það er alveg margt eftir sem að hann finnur smjörþefin af sem hann á eftir að komast yfir. Já, svo Erika náttúrulega, hún nefndi að þeir nefndi að lýsendin og hún hefði verið að tala eitthvað þá að hún var að stefna á Ólympíuleikana 28 held ég. Já. Spurning hvort það sé svona að verða pínu stefna hjá gimminu, stefna á þessa Ólympíuleika. Já, vera bara mjög góður í amateurboxi. Já, taka einn Ólympíuleikar saman og svo geta þið farið eitthvað að leika sér í pró. Já, er það ekki bara... Það er flott, ég meina pældi ekki að vera geðveikt að
vera með að það á bakinu að fara á ólympíuleika það geðveikt sko, það bara mekka íþróttana sko Já, það hvernig virkaði með boxið? Þú þarft eitthvað svona inntöku skilirði þá eða? Já, þú þarft að vinna einhver mót, þú þarft örugglega að vera eitthvað í Evrópumóti einhvern árangur á Evrópumóti eða heimsmeistaramóti eitthvað þannig. Ég held sko Steinar Thors sagði það í útsendingunni held ég að Elmars hafi verið eini Íslendingur sem hafi einhvern tímann uppfyllt einhver skilyrði fyrir ólympíuleikar sko flestum greinum ólympíuleikunum eru ákveðin mót eru sko annarkvort bæði eitthvað svona stigagjöf sem getur safnað einhvern stigum og þá getur qualified þannig í einhverjum ákveðnum mótum og svo eru ákveðin mót eins og Evrópumót og þannig þar sem að einhver ákveðin efstu sætin fá rétt að keppa á ólympíuleikum ég get alveg trúið að þessi svipað í hnefaleikunum eins og í frjálsíþróttunum Já, ég get ímyndað mér það Gekja, hérna ef að fæða ykkur aðeins áfram í main eventið Hafþór Magnússon móti Íbrahim Banger, god damn it Já, sko þetta er svo gott icebox þú veist, talandum sko leið til að opna kartið og talandum leið til að loka kartið eiginlega bara klikað líka einhver bardagamaður sem þekkið sem á þetta meira skil en hafi Nei, hann er svo ljúfur og yndislegu drengur í alvegni og svo er hann alltaf bara ógeðslega duglegur bara flottur stokk og hófaðir og þú veist, hann er einhvern veginn þú veist, maður horfður bara, he deserves it maður heldur með honum alltaf pínlítið ég er 100% sammála sko, þegar, þú veist, mér finnst eins og það sé ekki sko, það er ekki vottur af svona sem ég myndi kalla svona innan geðslappa dickness í Haffa hann er bara einhvern veginn ógeðslega heiðarlegur og svona kemur vel fyrir að þægilegt að tala við hann og veist það góð gildi, skilur þetta er bara svona eitthvað svona golden boy ég sé hann mikið í vörklass á völlunum hann er duglegur að vera þar að lifta með líka og þú veist spjalla eitthvað aðeins við hann stundum þegar ég sé hann og hann afdikkar mig bara, hann er svo næs gauður sko. Afdikkar þig, slakað á dikkið í mér bara minkar 70% en ég kem heim bara meir svo held ég að hann sé líka bara eitthvað að gera góða hluti í háskólanum og eitthvað mér skilst það sem maður getur spurt hann mikið úti en ég sé hann ekki fyrir mér sem gauður sem er eitthvað að fokka upp skóla sko. Nei, en einhvern veginn sko hann gæti verið bara í vinnu, skóla og bóksi og einhvern veginn gert góða hluti á öllum sviðum þannig að ég er mjög ekki það ég hafi verið eitthvað bæjast komundin í hennan bardaða sko en þá þegar svona hann fekk beltið og eitthvað þá var ég bara djúvillir ánægður fyrir þínu hönd algjörlega samanlega en ég meina Íbra er náttúrulega líka geggjaður ógeðslega flottugur þannig að þú veist eins og ég segi maður var ekki hlutræður þegar maður kom inn en þegar Haffi tók þetta svona þá var maður bara hann á þetta bíl bara duglegur sko hann er bara duglegur allt árið og kannski bara að fara á mót eins og var ekki á Norrlandamótinu og svona þar sem maður var bara svona mér finnst þú það hafa átt mögulega meira skili hérna og svona kannski bara æfa mikið ekki búin að uppskera kannski þar sem hann átti skilið að uppskera sko. ekki bara eftir því sem hann er búin að sá já, einmitt og svo kemur hann hringurinn og beltið og knockoutið og allt saman einhvern veginn smellir allt saman svo bara nýtt hann sér glöfurnar hefur Íbra rosalega vel í þessum bardaga þú veist, Íbra var svolítið viltur komandi inn í hann, hendurna niðri mikið að skipta stance sem maður sér ekki oft á Icebox maður sér kannski Elmar gera það aðeins en það er ekkert margir fleiri sem eru mikið að skipta stance og Íbra var eiginlega gripinn í fyrsta knockdowninu þegar það var svona skipta stance og reyna að slæta fram í að Haffa í ofnálatunum sko og þá greip Haffi tækifæri sko skiptum stans í range sko þannig að mér finnst það bara að nýta þessar opnur ótrúlega vel og í staði fyrir að vera þú veist svona taken off guard eða þú veist úr jafnvægi við þennan stíl hjá Íbra þá bara læst hans inn á hann strax og ákvaða að nýta sér þetta mér finnst það bara að sína bardagagreind mikla bardagagreind að láta þetta ekki taka svo í jafnvægi því að það hlýtur að vera pínu skrítið þú ert vanur að keppa við bara rosa skólaða svona þú veist hendurna niðri sama stens, beinhögg og svo mætir einhvern sem er góður boxari og er bara skiptum stens með hendurna niðri og er bara svolítið að segja fuck you frá byrjun einmitt en Íbra alltaf geggjaða boxari og alltaf hann bara verið svolítið gripinn já
þeir hafa boxað áður kannski spennust í ekki alveg rétt komandi inn þú veist ég vil alltaf sjá svona takta þegar menn eru komnir í pínu flæði þeir eru komnir í takt við bardagan komnir með tímasetningarna sínar aðeins þá hafa þeir betri tilfinning fyrir þessu en ef þeir byrja á þessu áður en það komið þá eru þeir bara að setja sig í hættu sko. Þá eru þeir að gefa tækifæri á hinn tímasetti þetta á þér Já, ég alveg saman sko, Elmar byrjar að grúfa í annari lótu Alex Pereira á móti Kali Roundtree hann byrjar að grúfa í þriðju lótu og eitthvað svona, mér varst pínu svona Íbrahim að bara að fyrstu sekundu í fyrstu lótu bara check my groove ætla bara að grúfa sig í gegnum þetta og Haffi bara ekki rétt í gaurinn til að gera það á móti því að hann slær bara eins og fólksbíl á 90 km í kvóta Dana White sko. Eins og fólksbíl á 90 km bara eins og að láta keyra á sig að fólksbíl sko. Þetta með sko, veist, ef þú ert gripinn og ef Haffi refsaði þér hann fucking refsaði þér Já, þú veist, það djúprefsing og það eitthvað sem að fara að lifa með þér út bardagan Haffi refsaði þér, þú finnur fyrir því það ekkert sekundbrot sem finnur fyrir því það truflaði þig Ég talaði við aðeins við Alexander Junior hann að gera box upp í GFR og ég bara, þú veist, sagði við hann eitthvað svo Haffi kýlir ógeðslega fast og ég bara svo glemdi við hvernig ég var að tala og Alexander Junior bara að horfa á mig bara hann kýlir ógeðslega fast bara, þú veist, hann ekki að boxa lengur skilur þeir mættist á Icebox og Juniorinn bara hann bara góður hann bara fuck that shit það að fara í aðgerð eða aðra aðgerð og hann bara svona en að meta bara ég vera með ljótt nef og geta boxað eða ég vera pretty boy og fá aldrei að boxa aftur það bara basically optionin sem hann að vinna með núna þökk sé hægri hendina hans Haffa ég meina eins og ég segi Haffi bara ætlis ekki með þeim höggfingri mönnum í léttari þyngdarflokkunum eða þú veist sem ekki þungað þetta hverjar ég held það sko mér varst það að fyndi sko þegar þetta gerist allt þá fer hann að fagna með þjálfarnir sínum og ég heyri þjálfarnir segja bara þetta bara nákvæmlega sem við æfðum við bara nákvæmlega sem við æfðum og ég spurði hann í viðtalinu þetta eitthvað sem að þú og þjálfarnir eru búin að æfa nákvæmlega og hann eitthvað nei, þú veist, bara eitthvað boxa, fattur við og svo að tala við Arnór eftir og hann bara ég bara búin að prógrama drenginn bara þetta bara nákvæmlega það sem við erum búin að æfa aftur og aftur og aftur en hann bara ég veit það ekki, hann bara að boxa Ég held að sé beauty við að vera coach svona, herri, ég bara skipuleiki nokkra æfingar fyrir okkur og þú fattar ekki einu svona að vera að drilla eitthvað í þig sem þú átt að gera, skilur En líka bara þegar þjálfarinn er búin að koma ykkur í vöðvaminnið á bardabönnum sínum þá vita er ekki endilega nákvæmlega hvað eru búin að drilla en einhver þetta vegna þá taka þér alltaf krókinu eftir þessu höggi og þeir vita ekki kannski alveg af hverju en þjálfarinn er bara við erum búin í 6 mánuði að drilla þetta kallið mér hann bara, nei, þetta er bara að boxa eitthvað ég er bara að boxa, skilur þetta bara gerði að vera coach, it's a thankless job alls ekki það var nú controversy í kringum þetta Já, það var var það ekki í miðju í öðru knockdownu það var skella höfðun saman hann fær standardi talningu snemma svo þetta headbutt sem talið sem knockdown á dómarunum svo annað knockdown eftir það en þetta smá svarti blettur út af því að Íbra hefði átt að fá tíma bara til að jafna sig þetta var svakalegu skalli ég bara sá þetta ekki sjálfur fyrir endsýningunni ég get illa metið hvort það hafi verið svakalega skallið eða ekki en hann vissulega, hann tekur dífunum niður og er að koma upp aftur það er örugglega ekki þægilegt en á samtíma ég skil að þegar sko ég fekk eitthvað skilaboð til mín sem að sögðu Sævar ætti aldrei að fá dæma box ég hef alltaf sagt það eða eitthvað sem galið það svolítið galið, ég nú ekki sammála því sko en svo horfum við útfluguna og þú pælir bara í því sko hvar Sævar stendur og hvernig motion í gangi hjá þeim tveimur skilur og einhvern veginn Haffi kemur upp með vinsturkrókinn 100% skiljanlegt að hann túlki þetta sem högg ég sammála og mér finnst þetta mitt bara dæmi þetta hvað það er vanþægilegt hlutverk að vera dómari í nefnarleikum að það, þú veist, þetta var eina atriði sem bardaga sem hægt að setja eitthvað út á dómara með og það strax upp á það að þetta sé bara ástæðan fyrir þetta fór svona þetta og þetta hefði þetta áhrif en hann var búið að slá hann niður einsinni og hann var slegið niður aftur þú veist, eins og það var tekið talning hann fekk alveg nokkra sekundur til þess að ná áttum ég þekki ekki alveg reglurna með sko headbutts hversu löng hvílda á að vera hvíldu þetta að fá en hann hefði átt að fá
tíma til að jafna sig eftir það, sko. Já. Bara þekki það ekki. Nei, Og Sævar bara til að útskýra það fyrir. já, ég þarf að vita bara líka hversu mikill tími það Já. og með við kannski andan í bara þá held ég að ef að dómarinn hefði séð þetta og lappaði eitthvað til hans eitthvað höfðum skullu saman að ég bara hefði held ég bara áfram gakk sko. Já. En á hinbógin, það þetta samt sko, þetta samt, ok, það skallinn, þetta samt 2 knockdown í einu nóti. Já. Þrátt fyrir það sko. Þannig svona... Erfitt að klínus á dómaran, þú veist, maður verður líka að horfa í einn barm og segja, þú veist, ok, dómarin gerir smá mistök hérna, en ég var slegin niður 2 svar lögulega. Er líka ekki spurning hvort að hotnið þess ætti að, þú veist, fara fram á að, þú veist, þetta var ekki knockdown, þú veist, þannig á að fá tíma til að jafna sig. Þú veist, kannski smá á þeim líka, bara hafi ekki communicatað það við dómaran. Já, dómarinn eitthvað að hlusta á hotnið, ef hotnið eitthvað, skullu saman. Eiga ekki að gera það. Nei, ég held að þessu alveg. En Nikita, þjálfarinn hans Ibrahim, Ekki sáttur. hann var ekki sáttur. Sko, ég er ekki mikill svona gagnrýnandi þegar kemur að þjálfarnum og dómurum. Þannig að ég vil helst ekki ruffle any feathers eða gára vatni eða hvað sem maður segir. En Nikita neitaði að taka hendina á Hafa, barði hendinni niður í staðan fyrir fyrst bömban og tók svo góminn og grýtti út í salin. Það er náttúrulega bara ekkert alveg í lagi það er bara ekkert íþróttamannslega hegðun sko. Nei, ég ætlaði að segja það. Er það ekki svolítið svona... Það er óíþróttamannslega hegðun sko. Já, er það ekki já, smá læti í þig, Byggin? Smá læti í mér, já. Og hann segir bara, it's the sport, skilur, svona menn bara. Nei, ekki af þeir sem ég hef séð. Nei. Sko... Það er fyrsta sem ég séð þetta. Já, ég sá, hann gerði það líka í Vappi C, sko, þegar Viktor Sóuga hafaði mitt fyrir Hafa. Rétt. Ég meina, þú veist, það er eitt game sem við sjáum að gera þetta. Þetta er bara smá tilfinningar maður. Er það bara tilfinninginu moment eða... Maður skilur alveg með sig með tilfinningar. Já, þarna finnst mér að þjálfarinn eigi svolítið að taka bardamanni sinn og segja þú þakkar mótherjanum. Er það ekki? Það er ekkit honum að kenna að dómarinn sá ekki á höfuðun skullu saman. Það er ekkit á hans ábyrgð. Þeir tóku bardaga á móti hver öðrum og það sjá til þess að ungur bardagamaður síni sigurvegarunum virðingu og sé líka, þú veist, góður tapari, skilur. Þú þarft að geta tekið tapi á þess að fara í fílu og rjúkur hringnum og taka ekki hendina fólki, sko. Já. Er það ekki svolítið keisið? Jú, kannski. Það er ekki... Biggi vil ekki segja mikið, sko. Biggi bara, jú. Biggi vil ekki... Keep me out of it. Biggi, þú vilt ekki tjáðu þetta mála? Nei, ekki mikið, sko. Ég skila þessu tilfinningar og, þú veist, auðvitað er þetta ekkert eitthvað rétt, ég er ekkert að réttlæta þessa hegðun, en, þú veist, maður skilur hann alveg. Já. Þú veist, ég held að það sé ekki skiljanlegt. Mér finnst bara svona skrítið / óskiljanlegt og þú sett ekki búin að svona, hvað maður segja, svona kótja þetta úr sjálflunni, skilur. Að, þú veist, að vera með eitthvað svona, þú veist, að því að Haffi gerði það ekki drámt, skilur. Haffi fer bara eftir því sem dómarinn gerir, Haffi fer bara eftir reglum sportsins, Haffi gerir bara sitt besta, Chiparnir fjallir svona, af hverju tekur ekki hendina á Haffa? Er þetta ekki bara tölvupósti til nefnileikasambandsins sem að þessi gremja þetta brjótast út í? Bara, jú, í rauninni. Þú veist, þar ætti á gremjan heima í einhverjum tölvupóst, sko. Á ekki, þú veist, já, áttu ekki að eiga þetta samtal við stofnunina, við dómaran, við formanninn eða eitthvað svoleiðis. Jú, að sjálfsögðu. Líka út í Haffi, þú veist, Haffi er náttúrulega ungur bardagamaður líka og þú veist, maður vill sjá þessa ungu stráka að þessi verið að skóla á íþróttamannslega hegðun. Já, ég vil minna það. Þetta er íþrótt og það eigi að vera eitthvað sem heitir íþróttamannslega hegðun. Þetta er allt inn í ISI og allt þetta dót, sko. Þú veist, þetta er ekki saman það. Ég veit að þetta er sumið andlita og bygga. Hann er bara eitthvað... Hann er ekki saman það. Færum og... En ég skil alveg að þessi tilfinningar, það eru tilfinningar fótbolta, það eru tilfinningar öllu, skilur. Algjörlega. En þrátt fyrir tilfinningar, að maður er einhvern veginn sem maður svona kyngir þessu, maður svona tekur hendina á eitthvað, ég mætti... Það er bara hluta bardagan. Er að taka í höndina á mótherjanum. Þakka þjálfurunum fyrir þegar þú veist, þið voruð að deila hringnum hann í nokkra mínútur og það er líka bara ekkert sjálfsagt fyrir eins og þessa gauðra, Haffa og Íbra þessa gauðra að fá svona góða bardaga, skilur. Það er ekkert sjálfsagt. Nei. Það er eins og það er. En þegar það hefur verið sagt, þá hefur ég ekkert að móti Nikita eða Boatýr eða eitthvað svoleiðis. Nei, alls ekki. Það bara, mér fannst þetta áhugavert og ég svona, á maður ekki að gera betur. Meiri sér líka bara rosa skemmtilegt hvað þeir eru að koma með öðru þessi boxstíl inn í
senuna Já. þeir eru eiginlega með þess alveg bara maður sér alveg bógatýrgaurana inn í hringnum einhvern veginn maður sér alveg að þetta er bógatýrgaur Eastern Europe style já þannig að mér finnst það óbærslega skemmtilegt þannig að ég er ekkert að hata á þetta gym það var bara þetta moment þú veist að taka höndin á mótherjanum sína mótherjum og þjálfurum virðingu og fara svo heim og ranta í tölvupóst til viðeigandi aðila skilur og rantar í konuna þína Já, rantar í aðstoðarþjálfarinn skrifa tölvupóstinn símtal með voice message allt þetta dót já, mætir heim til nei. en sýnir keppnismannunum virðingu já, bara sem hluta bardaðum allir sammála það nema Biggi Gægja herru, hérna glæsilegt Icebox, elska Icebox besta Icebox besta Icebox hingað til yes. heimstan og bara... sko ef að hlustendur ætla að mæta á einhvern íþróttaviðburð á næsta ári þá verður það að vera Icebox það er bara Icebox 2 sko. þetta er bara skildu bara þú veist, ef þú ætla að mæta í einhvern íþróttaviðburð þá mætir á Iceboxi það er ekki fótboltaleikur og annað sem jafnast á við þessa sýningu þessa stemmingu sem er hana og þú veist, eins og þetta var núna þá var þetta náttúrulega bara trillt ótrúlega mikið lagt í þetta ég maður ekki eftir jafn góðu Iceboxi eða smóti bara Davíð alveg, maður tekur hattinn ofan fyrir honum fyrir að gera svona gott fyrir sinna virkilega, hann á mikið hróskilið en þú varst í útsendingabílnum Heiðar, hvernig var í stóra útsendingabílnum? Það var stressful þú varst að velja highlights-klippur fyrir Stöð 2 já, ég var að velja highlights-klippurnar sem voru sýndar fyrir viðtali eftir bardagan svona úrslita atriðin í bardaganum það er byggið segja eitthvað svona horfum á skjáin þá ertu búin að velja eitthvað Gucci-klippur eitthvað 1-2 tops 3 stuttaklippur sem eru sýndar sem hann á að spyrja út í við vorum náttúrulega ekki búin að búa til neitt kerfi að við getum tala saman hvað var að fara að sýna hann að Biggi var að fara að taka viðtöl með atriðu sem ég valdi en hann vissi ekki hvað var að fara að skoða þannig að gæti einhvern veginn ekki þú veist leitt inn í en svo lögum við það og þú veist, maður náttúrulega púsa senast til fyrsta bardagan, þá var ég að velja allt og mikið og síðan, þú veist, skar ég alltaf niður það var bara í síðasta bardagan þar sem ég var bara með á lás þú veist, hvaða atriði þyrftu að vera sýnt skilur en það var bara rosa gaman og gaman að upplifa hvaða er mikið í kringum svona útsendingu sem maður átt að segja engan veginn á, maður heldur að þetta sé bara eitthvað myndaðal og 2 gaurar, þú veist, 1 bak við myndaðal og 1 fyrir framan hana og that's it, en nei, þetta er bara teimi með eitthvað bíl sem er eins og gameskipað innan í og labbað inn í hann og bara, wow, þetta er bara eins og 405 metra hús ég veit alveg svona workstations fyrir svona 12 manns þarna inni já, vorum 6 held ég hann inni það er mest og bara hátt stresslevel hátt stresslevel og það var bara stöðugt talað stöðugt samskipti, bara rosa holdt að sjá svona fagmannlega nálgun á útsendinguna og hvað þetta var flott hjá Stöð 2 strákunum Ertu að fara að koma með einhver reynslinn í podcastið fagmannlega nálguna, þegar við erum alltaf ófagmannlega nálguna ég held það, þú veist svona það voru ákveðin hlutir sem þeir voru með á lása sem að maður svona kannski myndi svona ákveði skipulagsatriði sem voru bara, þú veist, inn í rútínu þeirra það vissu bara sín hlutverk voru bara allir að græja sitt, bara þetta komið check og svo bara on, skilur við það kannski helst og við erum með hérna hinn íslenska Joe Rogan oh my goodness hvernig varst á mægnu, varst bara, þú veist bara eins og að drekka vatn bara, var þetta minna stressandi eða meira stressandi heldur síðast sko, þegar ég sagði þetta var alveg að byrja þá hugsa maður náttúrulega bara Birgir, hvað ertu búin að koma þér út í? Nú? Já, en svo bara byrjar þetta og maður bara einhvern veginn gera það sem það þarf að gera ég er mjög gaman að þessu já, þetta er skemmtilegt sko. já, skemmtilegt út gaman að fá að taka þátt í svona flottum viðburð já, það er rétt gaman líka bara að vera svona fá að vera svona mikið hluti af þessu gaman að tróða sér inn alls það sem maður getur tróða sér inn sko. og bara þökkum Stöð 2 fyrir að leiða okkur að vera hluti af þeirra útsendingateimi hana þetta kvöld við grætum mikið að því sjálfur ég vil fá meira samstarf við Stöð 2 ég vil að þeir síni Kate Steele og Battle Arena já, ég var mikið til í það þá eru líka komni meira en okkar heimaður sko, þó að maður náttúrulega vita alveg eitthvað um hnefalega og er búin að fylgjast með því, þú veist, lungan á æfinni þá er ég búin að horfa svona sennilega svona 1000 sinnum fleiri mínútur á MMA heldur en box yfir ræðina sko.
Herru, ef þetta aðeins í fréttapakkan okkar, það var eitthvað fréttir, eitthvað að frétta í vikunni. Ef við opnum þetta á Conor eða? Já, stærsta fréttin að sjálfsögðu Conor McGregor og 36 miljóna skaðabótamál. Já, hann var dæmdur til að greiða 36 milljónir í skaðabætur til Nikitu Hand sem var að ásaka hann kynferðisbrot og svo kom vinur hans og sagði að hann hefði líka sofið hjá hann morgunin sem hún myndi ekki eftir en hún sagði bara okkur fyrst hann gerði það og ég man ekki eftir því, það var ekki með mínu samþykki þannig að hann datt inn í kæruna en það er verið að tala um það úti hann hafi verið fall guy skilur hann hafi komið inn í þetta og átt að vera fall guy hennar Conor, hann var að borga allavega lögmannskostnaði fyrir hann og hana en það náttúrulega bara, þú veist, það eru kjaftasögur og það er ekkert vita með það en sem sagt Conor McGregor var viðstödd réttarhöldin og niðurstöðuna og í réttarhöldunum kom meðalans fram að Conor McGregor viðurkenndi að hafa sofið hjá henni hjá Nikitu Hand fyrir fram að konuna sína Já. Það er óþægilegt en það sá maður líka sko voru myndir svona eftir að þeir voru að labba úr korthásinu að þú veist úr þar sem var úr dómhúsinu bara að það sást það voru svo mikil vonbrigði á svipnum á henni maður sá það hvað var erfitt fyrir hana Já, væntanlega og náttúrulega niðurstaðan er svo að hann er skaðabótasskyldur sem þýðir að þau komast þegar niðurstöðu að hann hefði verið sekur þessa háttsemi að einhverju eða öllu leyti það er ekki 12 manna kviðdómur Jú, á 12 manna kviðdómur sem að satt yfir þessu og er það ekki dómari eða? Það er bara kviðdómur? Jú, það er dómari sem stýrir réttarhöldunum og í raun og veru passar kviðdómurinn svona ef þetta er eins og í Bandaríkjunum þá er dómarinn svona að passa kviðdómurinn fái allar upplýsingar þess að eiga að fá og að sé útilokað þær upplýsingar sem eiga ekki að vera í réttarhöldunum sem er oft, þú veist, kannski einhver myndbandsupptökur sem er ekki náði á réttarnátt eða eitthvað annað þannig að þú veist og það var bara þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin áfellsdómur fyrir Conor þarna því að þetta er náttúrulega þetta er ekki gott, þetta er ekki fyrsta skipt sem hann er sakaður eitthvað svona og það var talið skaðabótaskylda þýði bara að hann hefði gert sekur háttsemi sem hafði þau áhrif að hún hafa orðið fyrir tjóni sem nemur þessar upphæð og þetta er töluvert mikil há upphæð þannig að þetta er greinilega litið á sem alvarlegt brot sem hann framdi sko. Nú er allir að reyna að boykotta allar vörurnas viskið aðeins og þetta dóta bara komið að staða eitthvað mega boykott dæmi út í Írlandi sko. Það verður að tala hann sé að missa eitthvað sponsoradíla á eitthvað svona dót taka hann út tölvuleikjum og svona líklegt, þú veist það yfirleitt fylgir svona niðurstöðum Mér finnst eðlilega að gera sko þegar komin dómur versus ásakanir ég er 100% sammála út af því að sko í mínum huga þá er það ekki mitt hlutverk sem bara almenns borgara að ákveða sekt eða sakleysi einhvers sem er sakaður refsiverða háttsemi það er fólk sem er sérmenntað til þess að skera þessa hluti ég er bara ekki hæfur til að gera það sko. Það er svona vill ég ekki vera settur í stöðu þar sem ég er að velta fyrir mig hvort einhversu sekur eða sakleys út frá upplýsingum sem ég veit ekki hvað er rétt og hvað er rangt og ég er bara ekki með hæfni til þess að túlka skilur Þú segir að fólk sem er sérmenntað dómarar en kviðdómurinn, er hann sérmenntað? Nei, en náttúrulega dómari sem stýrir réttarhöldunum passar að kviðdómurinn fái þær upplýsingar sem hann þarf að fá þú veist, og má fá til að ná fram niðurstöðu í málinu og náttúrulega allt annað að sita í réttarsal og fá allar þessu upplýsingar eða að vera að lesa það á netinu í einhvern fréttaflutning því að maður finnur það bara sjálfur þegar ég er að skrifa frétt það getur verið erfitt að skrifa frétt þannig að mín skoðun sjáist ekki í fréttinni ég reyna eins mikið og ég get að hafa það sem ég skrifa hlutlaust þannig að mín skoðun sjáist þannig að þú lesið ekki fréttina og þú endar ekki að vera sammála mér eitthvað skilur, bara þú fáir upplýsingar og síðan getur þú make your own mind up skilur en það er ofta erfitt og mér fannst það svolítið erfitt í þessari frétt Það er sko búið að vera mikið umtal og bara mikið fjallað þetta en ekki allir sammála sko eða ekki allir sammála dómnum, ekki allir sammála kviðdómnum og svona og framburðum hennar
Ertu maður að kafa ykkur í það? Það var eitthvað búið að tala að hann hefði verið á einhverju reiki þarna en miðað við það var náttúrulega litið til líka bara ástandi sem hún var í og líka þú veist hversu hæf hún hafi verið til að spórna við verkna í því ástandi sem hún var í það var bara rosa mikið áfengi og eiturlyfjum mist þarna í gangi og það var bara svolítið hortið þess líka að það joinaði svo okkur vínur sem bara joinaði þetta virðist vera bara til þess að taka svolítið fólið taka svolítið hitan af Conor sko en ég held samt að Conor á fullt aðdáendum hún á það ekki þannig að ég held að umræðan á netinu litist alltaf svolítið ef þú átt þúsundir eða milljónir aðdáendum allan heim þá litast umræðan svolítið af því það er svo auðvelt að taka upplýsingar úr einhverju svona stóru máli velja sér að upplýsingar sem henta því sem mér finnst og setja fram í einhverju málsgrein að niðurstaðan hafi verið röng makes sense það sem ég varst áhugað í þessu máli var sko að þetta var ekki criminal case þetta var, hvað kallar þetta? Civil case þetta er bara stefna, hún var að stefna honum fyrir skaðabótum það er ekki nógu mikil ekki nógu góða sannanir fyrir þessu til þess að geti verið criminal case og dæmt henni fangilsi það er hægt að gera civil case sitja fyrir kviðdóm sem að metur meiri líkur en ekki já það er raun og veru sko sönnunarbyrðin er mikið léttari í einkamálum heldur en í sakamálum þú veist en svo þú veist í svona máli þá er nóg að kviðdómurinn sé svona já það er meiri líkur en ekki að þetta gerðist hún á inni skaðabóti vegna þess en ef þetta verður sakamál þá þyrfti sko að vera hafinn yfir allan skynsaman vafa að hann hafi framið einhvern verkna sem er töluvert herra meiri sönnunarbyrði þá metur svo að þú væri ekki nóg mikil sönnunarbyrði ég las eitthvað staðar þetta er fint mér finnst það ótrúlegt því þetta gerist 2018 6 ár síðan ég náði ekki að kafa hún í lögin í Írlandi með fyrningu afbrota en þú veist ekki vinna heimavinnuna nei bara einhverjum nokkri sólarhengar þeim yfir réttum, ég engin heimavinna en á Íslandi hefði ekki verið fyrnt eftir 6 ár, ekki kynferðisbrot þannig að ég er ekki alveg að kaupa þetta hafi verið fyrnt persónulega en ég bara náði ekki að kafa nóg djúpt í það nákvæmlega af hverju þetta væri ekki sakamál ég datt aðeins inn á svona hina hliðina, svona red pill hliðina ef að svo má orðið komast sko. það sem að þótti skrítið í þessu máli nú er svona hljómar eins og ég sé taka hanskan upp fyrir Conor sem er ekki beint það sem ég ætla að gera en það er svona hinn hliðin ef við verðum geta rætt báður hliðar þetta er svona hinn hliðin, svona hvað eru gagnrýnendur að segja og þá þykir sko skrítið að hún virðist ekki muna mikið frá þessu kvöldi en það er mikið af eiturlyfjum, mikið af áfengi en man ógeðslega svona furðulega detailed hluti eins og að hann hafa sagt now you know how it feels to be tapped out eða svona eitthvað svona barda analogy how it feels like to be in the octagon where I tapped out 3 times svona, en furðulegu hlutur að muna nákvæmlega versus að hún man ekki eftir bara engu öðru skilur hún man ekki eftir að þeir hafi verið eitthvað að kela og histast í liftinni að þeir hafa komið svona CCTV footage og það sem að myndaöðlega sína verðist ekki passa við frásögnin hennar en það verðist hún muna mjög lítið hún náði hann einhvern kærasta á kantinum sem að hún er alltaf að texta og er hún að ljúga honum allan tíma hvar hún er og sem að við varst mjög áhugavert sko af því að þegar ég fór yfir málið og var svona að hlusta á hvað aðrir voru að tala sko þá svona velti ég fyrir mér hvort þetta hefði verið svona ástríðuglæpur sko hvort hún ætti svona ógeðslega afburði sem að kærasta heima fyrir að það CCTV footageið sýnir að það séu allir bara mjög happy og glaðir sko en svo var hún basically að halda fram hjá einhvern kærastanum sínum sko og ég var svona að spá hvort að hann hafi í rauninni buffað hana sko ég skilði sko ég skilði það er alveg sjónamið en sko það sem læst þessu fyrir mér var það að læknir bara vitnum það að hann hefði þurft að fara með töng upp í legahálsinn á hann til að sækja túrtapar sem hann var með sem er ógeðslegt ég hef aldrei verið með konu sem
gleymir honum með túrtappa á hann við svo saman. Nei, það, þú veist, ég segi það er klárlega glæpur, sko. Það er ég er að segja, þú veist, þetta er bara ekki eitthvað sem hún gleymir, bara eitthvað, it slipped my mind. Þannig að þú veist, hún var allan ekki með það mikið vit þegar að þau sváu saman að hún fór afsíðis og tók túrtappan úr sér. Nei. Það segi, þú veist, það bara svona sagði mér, ok, það er eitthvað, þú veist, það var einhver hröða skrítin atburður sem leiddi upp að þessum kynferðismöggum, samræði eða hvað sem vilja kalla það. Já, ég samræði bara óbeldi, skilur. Já. Ég hef bara veltið fyrir mér og ég svona, mér varst svona skemmtilegt svona food for thought, hvort það væri í rauninu verið annar gerandi í þessu máli. Það væri twist, það væri mega twist. Að hún er alltaf með írskan kærasta. Írskan vafasaman kærasta sem er heima og meðan hún er basically haldið fram í honum og hann er bara að passa barnið og eitthvað. Og þegar hún kemur heim og heldur fram í honum með hverjum, Conor McGregor, ok, ég er ekki að vera að berja hann. Já, bara, basically bara, hvað er búin að vera? Ég er búin að vera 3 daga bender, kókaðin og áfengi með Conor McGregor og vinnum hans. Og bara raðhalda fram í þér. Já, að benga. Já, og hann er bara, gott að blessað, við sjáumst. Já. Eða hvort að hann hefði, þú veist, ástyrjugleipi, skilur. Það var svona hinliðin, það er það sem að fólki líka velta fyrir sér, sko. Ég meina það, eins og ég segi, það þarf að ræða báða hliðar. En svo er víst, mamma hennar, Nikitu, eitthvað búin að kæra Conor líka, hún er komin inn í þetta, einhverjar bensínsprengjur á bíla, það er komin inn í þetta líka. Þetta er svakalegt mál. Ég meina þetta er bara, þetta var eftir að vesen fyrir Conor í Írlandi, klárlega, ég meina hann alltaf kom sér í vesen á Írlandi fyrir nokkrum árum, þegar hann fór inn á eitthvað svona mafjósa bar og kýldi eitthvað gaur fyrir að dissa viskið sitt. Lamdi hann ekki gamlan? Jú, hann kýldi eitthvað gamlan kall þarna sem var eitthvað að dissa viskið hans inn á svona bar sem var í eigu alveg mjög stórtækrar írskra glæpasamtaka, sko. Og það, þú veist, það var talað um að Conor væri bara eiginlega að flýja land eftir það, sko. Þannig að þú veist, þetta er ekki til að hjálpa honum neitt á Írlandi. Það er einhver írsk mafía sem hann er bendlað við. McKellans, eitthvað svoleiðis. Og hann fokkaði eitthvað í henni þarna. Hann kannski unnið sér aftur í mjúkinhjöfum með því að gefa hann hluti í viskiversmunni sinni eitthvað, ég veit það ekki. En á tímabili þá var bara að tala um að hann væri hægilega að flýja land út af þessu atriði. Hann væri bara fucked. Þannig að hann er ekki búin að vera að skora stig hjá írskum almenning síðustu árin. Nei, heldur betur ekki. Og þetta er örugglega ekki það er ekki það síðasta sem við heyrum af þessu máli. Nei, og svo heyrir maður út frá sér ykkur fleiri mál í pípunum, eitthvað svona kjaftasögur á netinu. Og hann alltaf eins og við segjum, þetta er ekki fyrsta skipti sem hann er sækar eitthvað svona, þó reyndar í fyrra skipti þá var það á NBA úrslitaleik þar sem málið var fellt niður út af því að myndbands upptökur þóttu sína fram á hluti eða stór hluti sem konan hafði haldið fram er í ósatt. Sem hefur oft, sem gerist hluti. En ég held sko getur komið fyrir algjörlega. Já, getur komið fyrir. En ég held persónulega að bara svo mörg svona mál í kringum Conor. Alls konar svona fíknefni og svona sexual assault mál. Og mér finnst svona pínu eins og það hafi bara svona einhvern veginn þurft að dæma í allan einu. Já, ég er saman. Það er bara svona, þú komið 6 mál og alltaf eitthvað svona, gerist ekki. Bara, dæmum þetta bara. Bara, þú veist, það er alltaf eitthvað. Já, bara líka þegar maður var að lesa í gennum þetta mál, þetta var bara það hljómaði ekkert af þessu hljómaði rosalega vel, sko. Nei. Þannig að ég svona hataði ekkert þessa niðurstöðu þótt út af því þetta er ekki criminal case líka, skilurðu. Svo skilst maður líka, sko, að það sé jafnvel bara fólk sem stundar það svolítið að fara í svona civil case að þú getur bara grætt hellinga pening. Bara ég leiti að fá kaffi, það sendur ekki kaffi sé heitt og þú bara brendir á tungunni og ert traumatized. Civil case. Var bara, þetta var alltaf þessu í Bandaríkjunum fyrir ekkert löngu síðan, sko. Það sem maður bara fólk var að gera í því að fara á hótel og renna á einhverju blautu gólfi og færa skiltið fyrst og svo lappaði gólfið og rann bara ekkert skiltið á $10 milljónir getur ekki unnið á ævinni. Þú veist, þetta og fólk með peninga náttúrulega er alltaf það er ekkert auðvelt að hafa pening, sko. Ekkert að þú átt alltaf mikinn pening. Nei, ég þekki það ekki. Já, ég hókina reynslu maður aldrei átt krónu, sko. En ég samt já, mér fannst þetta, ég var ekkert að hata þessu niðurstöðu, sko. Nei, ég er ekkert að segja að ég hata þessu niðurstöðu, sko. En bara fyrir þá sem vilja fara í The Rabbit Hole, að það er til podcast, íst podcast af blaðamanni sem að, það er þetta, við finnum það bara á Google, sko. Það sem að það er rauninni journalist, reporter man, sem að gera podcast eftir hvern einasta dag í réttarhöldunum. Bara frá því að bara Conor McGregor viðurkennir að hann út á kókain og hann fyrir þetta allt saman.
og þannig að það fyrir þá sem að vilja virkilega nördast í þessu, sem ekki ég að það hægt að hlusta á podcastara það til en sko, ótrúlega hún hvað sem heitir Loyal kona með Jesus Christ ég var að hugsa þetta bara, það þarf að ræða þessa konu sko, hún fucking loyal kona bara to a fault eiginlega to a fault en þú veist 80% af þessu loyalty sem hún með það er meira loyalty en heldur 99% kallmennum muni sjá allar svona ævi sko algjörlega, líka bara þú veist hvað það eitthvað vont að eiga þetta mál en hún fer með Conor okkur einast degi í rétturhöldin hún til staðar allan daginn, kemur inn og út hlustar á hún viðurkenna að halda fram með sér og hún bara tekur þetta einhvern veginn á kassan bara og einhvern veginn, ég veit ekki hvort þú segja stiðja baki á hennu með hvað nákvæmlega hún að gera skilur, þess hvernig þetta heima fyrir og hvaða systemi þau með á þessu en ég meina, hún veit hún að halda fram hjá henni hann gert alveg síðan að hann var bara hérna æfa hjá mjölinni bara hérna heima í Íslandi skilur ég held að þetta sé svolítið svona þú veist að vera eiginkona rockstjörnu því að Conor McGregor hann meiri rockstjörna en íþróttamæður hann þannig celebrity hann þú veist hann svona rockstjörnu celebrity og ég held að sé rosa erfitt að vera eiginkona svona celebrity út af því að þú veist þið ímyndaðu ykkur fjöldan af tækifærum með 10 sem þessi menn þurfa að henda frá sér bara sögurnar sem það heilt eru bara ótrúlega þú veist, ég öfunda á ekki þú veist, ég öfunda á ekki á þessu ég veit, ég held þetta væri erfitt að þú veist, verið þeirri stöðu að þú vilt vera sérstaklega ótt konu eins og hann að dí og hún með konu heima sem búin að sjá fyrir þér þegar þú varst að byrja fyrirliðin svo þú getur bara æft skilurðu, kerti bara á æfingar hugsa bara þig, stutt þig alla leið skilurðu, alla leið, endalaust ég held við þurfum bara að sér svona frétta skýringa þátt þetta mál hérna ef að halda mikið þetta er geggjamál en sko bara, þú veist ótrúlega, sko ég var bara, þú veist það var bara eitthvað svona loyalty to a fault og ég bara, þú veist, en ástand eitthvað aðdán skilið, ég er bara svona, þú veist mér finnst bara svo geggjað, þetta fyrir mér var þetta svona, þú veist, að óna erfiðu momentin, skilið, að bara svona að mæta þarna, taka þetta á kassan hlusta á þetta og bara ok, bara, það er svo freistandi að vera bara heima skilið. Já, líka bara sýnir svona ákveð maturity að þú veist, ok þó hún hafi sagt við hann þú veist, ok, eftir að þetta mál er búið þá er ég fucking farin þó að það væri staðan þá mætir hún og hún er að styðja hann þegar hann þarf að líta vel út þegar að, þú veist, kviðdóminn þarf að sjá að fjölskyldan sem er að bakka hann upp það er gott fyrir hann, skilur ég held sko að það sé mjög auðvelt og bara mjög gott að segja, skilur, ég held að sé engin Conor McGregor án D Conor McGregor hefði aldrei orðið Conor McGregor ef hann væri ekki með þessu konu ég er bara sammála ég er bara sjaldan verið, þú veist, maður er svona það er ofta sagt þetta fyrir aftur hvern einasta kallmaður er sterk kona sem heldur þennan allaveg oft, en í þessu keisi 100.000%. Alveg sammála og líka bara Conor er þannig típa ég held að ef hann hefði verið einhleypur frá 19 til 25 það hefði hann ekki verið í gimminu allan sólarhringinn sko. Hann hefði verið að drekka og benga chicks hann var í pípar í dag sko. hann var með konu heima sem beið bara eftir honum og sótt hann í gimmið og hann gæti bara helgað lífi sínu þessu hún sá rest, og það er náttúrulega ofboðslegt álag á magaðin þegar þú færð að gera eitthvað jafn sjálfstælst eins og það að helga allan tíma þínum hugarefnum það er ekkert sjálfsagt að makar styðji það því að það er mikið álag fyrir makana klármál. Þetta var svona það sem var kannski helst í fréttum og við heldum áfram fyrir þann Icebox og allt þetta dót annað í fréttum var kannski bara að leiðin á búrinu kom út í dag og það er leiðin á búrinu kemur út á morgun og það er nóg að gera og það er allt í fullum gangi fyrir partíið á míningarnum 7. desember þar sem að það verður Double Trouble þar sem að Reykjavík MMA vera á Kate Steel 38 og Kolli mætir Pétur Sjöek í Austuríki það verður rosalegasta bardagakvöld ársins leyfi með að fullera við stefnum á að setja nýmet í stemmingu á heimavelli bardagi þrótta á Íslandi
Cage Steel 38 verður í opinni dagskrá á MMA-fréttum. Já, sjálfsög. Í fyrst skipta En við segjum að sjálfsögðu eins og það hafi alltaf verið þannig. Já, við hérna söndum við Dominic Gibbs sem var sjálfsögðu í þættinum síðustu viku. Kom í aukaþátt. Já, kom í aukaþátt og það var lendingin var opin dagskrá MMA-fréttir sýnir Cage Steel 38. Sem náttúrulega bara frábært fyrir okkur líka að fá tækifærið að sýna Íslendingum aðra Íslendingar berjast úti. Einmitt, klartmál. Herru, það ekkert UFC næstu helgi, maður pása, en það var UFC síðustu helgi. Það sem að Peter Yan og Davison Figueiredo mættu í aðalbardaga kvöldsins. Talandi veislu. Bardagi ársins. Já, bara þetta kvöld, maður. Þetta var veisla þetta kvöld. Já, bara knockouts, fullt af knockouts, subs, þú veist, flottir svona skólaðir decisions, við fengum bara all litrófið af bardöfum hana. Já. Og náttúrulega bara kórónað með þessu meistara bardaga þarna í lokin, Peter Yan og Davison Figueiredo. Já. Mér finnst þetta bara skemmtilegasti bardagi. Ég veit ekki hvort það var út af því að ég var með góðan pening á þessu og það var alltaf gangu upp og ég vann með eitthvað bettið í endan. En fyrir mér var þetta bara skemmtilegasti bardagi sem ég bara man eftir bara í lang tíma. Og bara, þú veist, 50-45 fyrir Peter Yan. Það segir enga veginn alla söguna því að Figgi var inni í þessu allan tíman þó að Jan hafi svona rétt svo tekið alla lóðunar þá var Figueiredo alltaf hættulegur og nokkar Jan niður og gerir alls konar skemmtilega hluti. Já, ég sammála. Ég hafði samt aldrei neina svona áhyggjur þannig að séð af Peter Yan með að hann gera margt mjög gott og með þess að það lendi í gólfinu móti Figgi þá var maður alltaf hann hafði alltaf í vörsa öllum stöðum og alltaf einhvern veginn svona vinn í einhverju og örugur náði endaði yfirleitt í betri stöðunni þú veist, eins og í fyrstu lótunni þegar Figgi nær honum svona í góðri fellu og þá bara, þú veist, hættir Peter Yan ekki fyrir hann komin í betri stöðuna, skilur og eins og ég sammála Nonna, ég er mikill Peter Yan maður ég hafði aldrei áhyggjur mér fannst hann bara hafa þú veist, eins og ég sammála því að munaði ekkert eitthvað brjálæðislu en reyndar þegar maður skoða svo punch-countið þá munaði hann töluvert og þú veist, Jan er með betri í öllum lótunum í sumum lótunum það bara shut out þar en mér fannst, þú veist, mér fannst Figgi aldrei vera út úr þessu en mér fannst Jan stýra þessu þannig að ég sá ekki hvernig Figgi ætlaði að vinna sig inn í þetta öðru sem er róttöki hann var ekkert langt frá því í nokkur skipti ég meina hann nokkar Jan eða tvisvar eða eitthvað, eða ekki ég hef bara aldrei segið Jan vera rótaðin að nálægt eða vera rótaðin hann ég hafði aldrei áhyggjur af því sko það kom samt alveg tímabúti sem hann var alveg svona smá on skate sko já, í hvaða lóti það var nú ekkert eitthvað það seint ég er ekki alveg með haustum það var örugglega svona þriði og fellan hjá Jan í annari lótunni svípið já god damn það var líka sko að því að Figgi tók Jan niður mjög auðvitað í fyrsta lótu bara með einhverju trippi sko auðvitað trippi og ég var bara, já ok, þetta er svona auðvelt og verður þetta svo baka ground and pound og eitthvað vesen og bara Figgi bara grændar út ykkur sigur heldur betur ekki, Peter Yan bara reversar og lendir meiri skaða meira ground and poundi í fyrsta lótu og svo kemur hann með þetta sweep og þetta var rosalega flottu bara þetta var svo smooth hvernig hann steig inn í sweepið og skellt honum niður þetta maður sé Peter Yan gerir þetta svo oft en ég fæ bara aldrei nóg þessi tie sweeps hjá honum eru bara geðvik hann er bara heimsklassa já, þú veist, sko, hann er að fara í titilbardaði næst hann er eini gaurinn sem ég séð meira berjast við sem var bardaði er ekki búið að lofa Umar Nurmagomedov næsta Umar kom með bardaði held ég það mætti það var bara, ég held ég að setja í stóri á okkur gæri eða eitthvað já það, móti hverjum veist það hann bara síðast við samtækina það ekki Umar Nurmagomedov jú, heyrðu nei, það er ekkert staðfest á dagskránni en sko, mér finnst eins og sé búið að tala um að hann sé bara núna að fara í title fight en mér, þú veist, ef einhver á að fara framfyrir í röðina þá er það Peter Yan sko já, jafnvel þó hann fari ekki framfyrir í röðina þá finnst mér að Peter Yan ætti bara að vera bara, þú ert næstur þú veist, hann átti tvo bardaga sem hann tapaði split
sem mér fannst hann vinna. Hann er alltaf búinn að tapa móti Merab, sko, það síðast að tapa hans, þannig að spurning, þú veist, maður henda Úmar þarna og þú veist, þá það kannski frekar Úmar á móti Peter Jan, þú veist, næst. En hver á þá að keppa við Merab? Úmar? Já. Og svo Úmar við Peter Jan? Já. Þú veist út af því að þessi Peter Jan Merab búið. Já, en þetta eini bardaginn sem ég sé Merab keppa sem hann var í einhverjum vandræðum. Já, kannski. Já, Úmar samt á sko 6 bardaga sigurgöngu, hann har aldrei tapað inn í UFC, 6 bardaga sigurgöngu inn í UFC, rankaður hærra, vann síðast Kóri-Sandekinn, þá minnum að við talað svona að það væri svona title limited fight þeirra á milli. Gæti þeir, þú veist, ef að þeir eru skipulaðir í februar, mars, hvenær barðist Merab síðast, það er alveg eitthvað síðan. Ekkert eitthvað það langt síðan. 2 mánuðir eða eitthvað. Já, ok, segjum svo að þá er februar, marsi flottu tími fyrir það að berjast. Það er ekkert out of range að Peter Jan keppi næsta sumar, sko. Nei, svo sem ekki. Akkur ekki að bíða? Ég myndi bíða yfir hann, ég myndi ekki taka hann út af því hann er búin að vera svo óheppinn með decisions líka. Þá myndi ég bara ekki taka sensin á því þegar dómararnir er ekki að gefa honum það kredit sem ég finnst hann eiga að skilja í bardögunum sínum. Því að Sugar Sean O'Malley bardaginn, það fannst mig vera klárlega í hans sigur. Sterling fannst mig meira close. Þannig að ég skil alveg ef hann vill ekki vera að taka einhverja sénsa að missa skotið sitt út af einhverju slæmum dómgæslu eina ferðina. Nei, ég skil. Við finnst samt sko, ég myndi segja með hvernig stann núna að Úmar ætti að fá næsta bardagi við Merab, til að halda sér aktífum. Mér finnst Peter Jan þurfa að vera aktífur. Að það er svona, hann hefur verið óbjörn og með minn aðverðum að hann vera að þá var hann svona að var svona eitthvað svona smá, þú veist, vantaði svona confidence eða eitthvað. Mjög confident á móti Davison Figueiredo. Ef hann er búið en ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvað það Cejudo ætlar að berjast aftur eða hérna, þú veist, eitthvað svona lower tier gæi sem að Peter Jan hefði bara mjög gott að því að mæta og hvað maður segja, svona halda þessi aktív. Eða bara Sean O'Malley. Þá myndi ég segja aftur, skil. Þá ertu að setja svona titilbardaðinn. Já, ég veit það. Ég held að þessi bardagi sem að Peter Jan myndi taka, sko. Hann er virkilega... Það er bardagi sem ég vilja sjá. Já, hann er líka bara virkilega ósattur með niðurstöðun. Honum fannst hann vinnaðan bardaga og honum fannst Sugar Sean O'Malley ekki, þú veist, honum fannst það vera með yfirhöndina. Þannig að ég geti alveg trú að hann myndi kannski vilja, ef að UFC myndi setja hann svolítið stólið fyrir dyrnar og bara herðu það, þú getur ekki keppt um titilin fyrir hann í fyrsta lagi í október. Já. Það myndi segja, þú veist, Henry Cejudo og Rob Font og Aldo eitthvað. Mario Bautista. Já. Eitthvað svona. Minn Cejudo að vera svona, hann er svolítið hættulegu bardagi. Bæði svolítið neðarlega og kannski er hann búin að, þú veist, pussa af sér smá rið. Því að við erum talað heimsklassa glímumann, sko. Já, en hann er ekki bara búinn hann er ekki að performa. Ég hef, þú veist, þetta er svona fítbardagi til að halda þær aktífur. Samt ekkert gamall, hann Cejudo, 37 ára í bandbúi. Ok, það er aldur. Hérna, já, og líka bara 2 byrjuð og þú veist, eftir að hafa komið tilbaka, bara búin að tapa og þú veist, ég hef engar áhyggjur af Peter Jan á móti Cejudo, sko. Ok, ég tek undir það með okkur. Það væri gaman að sjá það bara. Ég held ekki bara að vera skemmtilegu bara. Já, ég segi hérna þá myndi Cejudo að fá að retæra á móti góðum mannstæðing líka. Já, mér sammála. Þannig ég held að Umar Nurmagomedov er næstur í titil. Peter Jan eftir það er ætti að halda sér, að mínum að þið ætti að halda sér aktífu, taka sér 1 fight mildinni. Og líka þegar maður horfir, ég er að horfa á rankingsið, sko. Er ekki droslega mörg nöfn hérna sem stökkva út á mig sem skemmtilegan titil bara. Það er bara Sean, Umar, Peter Jan. Er eitthvað annað? Fyrir Merab? Nei. Sem gæti verið eitthvað keppni fyrir Merab? Ég bara sé það ekki, sko. Mér finnst bara, hann getur tekið svo mikið af þessu liði í bara crossfit-dæfingu. Já, hann er bara málið. Það er svolítið málið. Nema hérna þessa top talents sem láti ekki búlíða sig. Og svo sá maður náttúrulega, fólk var að tala náttúrulega fyrir Cejudo bardagan. Það er því svona geggjaði bardaði því að náttúrulega Henry Cejudo hann er fyrir ólympíulega eitthvað í glímu og bara... Hann er gold medalist. Já, gold medalist, þú veist, þú farði ekki betra accolade í glímu það.
en meira bara ragdollaði hann í glimminu sko. Þannig að þá var maður bara ok, þetta ekki að vera að ganga. Nei. En Úman náttúrulega ungur og náttúrulega frá Dagestan sko. Þessi Dagestanar verðast að vera flestir með tank sem ekkert alveg mennskur sko. Nei, það satt. Þannig að kannski þekkti verið að meiri strækjar heldur en glímaður. En hann, já. En ég held ekki hvað sem er. Já, sko hann bara flottu strækjar en hann líka mjög góður í gólfinu sko. Sammála. En hérna, höldum að ára, sko, það var co-main event of the evening, þar sem að kínverska stjarnan Yan Xiaonan mætti Tabata Ricci. Tabata Ricci sá aldrei til sólar. Nei, þetta var eiginlega bara hálf grátlegt sko. Já, algjört masterclass performance hjá Yan Xiaonan sem var mjög örugg í sínum aðgerðum. Þú veist, þétt, beinhögg, box, ótrúlega örugg. Þetta var aldrei hætta. Og bara sýndi virkilega flotta felluvörn sem ég held að hún sé búin að vinna virkilega í eftir hérna Zheng Weili bardaðan. Þannig að aftur það enginn sem langar til að sjá meira keppni titilin heldur en Yan Xiaonan núna. Það bara hannig. Ekki bara Weili Zhang móti Yan Xiaonan? Er það ekki eina sem make sense? Jú, ég sé bara ekki annan bardaða sem að kemur til greina, ekki eftir þessa framistuð og á móti framistuðin og móti Weili Zhang. Já, veist, sem var góð. Já, hún bara sett hann í tómt sko. Weili Zhang þurfti að fara í glímuna til að vinna hann bara. Hefði þetta verið standandi án glímu, þá hún tapað. Já. Sem var sko vel gert hjá Weili Zhang að fara í glímuna og bara finna leið. Mjög vel gert. En maður var svona maður skynjaði svona here comes trouble og Yan Xiaonan svona undirstrika það. Hún var bara, þú veist, þetta trouble. Ég vil sjá Yan Xiaonan fá næsta titilskot og síðan myndi ég vel að sjá bara Jandi Rópu með náttúrulega hreyfuna henni sko. Já. Hún er náttúrulega beast. Hún er beast. Já, þú skynjar þessi beast. Já, ég elska þessi beast. Þessi beast. Já, sem ég ég veit ekki sko hvað ég geti sko hvað ég að segja meira minna barða nema bara svona sannaði eiginlega bara það að allt eitthvað svona niður fyrir Yan Xiaonan einhvern veginn, það engin business þar sko. Nei. Og það bara einhvern veginn, þú veist, hún betur en hún var áður og á bara heima. Töluvert. Já, töluvert. Tatiana Suárez veignafrí eða eitthvað, ekkert bólað á henni einhvern veginn. Og þá finnst mér bara svona, þú veist. Make a sense. Finnst ekkert annað make a sense. Nei. Þarf Yan Xiaonan að vinna Jandiroba til að fá til bara það. Hvað veist ykkur? Nei. Ég var eiginlega svolítið að sjá það samt. Sker úr hver fær næsta deadshot. Já, það bara svo löng bið. Og þegar Yan Xiaonan var að keppa. Það voru bara að láta mistran bíða svo mikið. Weili Zhang náttúrulega, hvað mánuð síðan hann keppti eða eitthvað? Já. Cirka. Já. Það var svona. Þannig að þú veist, þá erum við svolítið að setja meistaran á, segja, heyrðu, býttu, við ætlum að finna eitthvað til að keppa þau, skilur við. Já. Og svo þarf hún kannski að fá 6 mánaða layoff og þegar hún fekk svo mörg höfuðögg í humbarda, bla bla bla. Ég vil bara frekar sjá vera skipulaðan titilbarda snemma á næsta ári. Yan Xiaonan, Weili Zhang, bara the ultimate Chinese lady. Gera það í Kína maður og gefa okkur annars svona hádegiskart og leiða þessum Amerikunum á austurströndina vakna klukkan 3 nóttina og horfa. Hugsaði líka hvað verið geggjað að vera með doppul hittar kínverja í main event á kínversku korti. Þessu 2 kínverjar að berjast titil í Kína og það sé bara svona eina matchið sem kemur til grein í deildinni. Þú veist, það ekki verið að það ekki meistarinn kínverskur og að fundið einhverja kínverska til þess að keppa á mótinu til að út af þetta er Kína. Þetta er bara the fight to make. Þannig að tækifærin eru til staðar fyrir UFC. Ég heldur að þetta var aldrei sett upp í Kína strax. Nei. Þetta var Kína-kart, við fáum Kína-kart hvað? Döggarfæsti eða? Eitthvað svo liðs. Þetta er Saudi-kart. Já, ég held það, en draumurum væri Kína-kart. Já. En draumar rætast ekki alltaf. Þannig að Saudi er raunhæft. Já. Samlega ég ætla að reyna að vippa út ykkur í kínversku hérna hvað þetta er kart, en ég ekki viss hvað það sé góð hugmynd. Við séum sjá við þetta kart. Vera. Hvað er þannig bara það, stikla á stóru svona, performance of the night bonus af Muslim Salikov gegn Kenan Song. Headkickið maður. Spinning back headkick. What a man.
það var sorglegt. Það var rosalegt. Það var bara einhver svo fallið þögg. Þegar maður var svona, hann er fertugur sko, maður var svona, ok, kannski á hann ekki mikið til, skilur Hann átti þessu. En svo bara, herru, hvað er þetta með rassvarsum? Já, byttu. Spinning wheel kick í höfuðið á honum. Já, spinning wheel kick. Bara, Og bara smellhiti líka. Þetta var ekkert 50% á vörnin á 50% á andletið, sko. Þetta var bara smellhiti hann beint, horfa á þetta, sko. Bara alveg, sko. Þetta var nú ekki það eina. Síðan var uppsett kvöldsins. Já. Og það sem var bara internetið brann. Það var að tala svo mikið hvað þetta var huge upset. Gabriela Fernandes fekk framistöðubónus og sigraði Wang Kong með Renegi Choke eftir að slegja hana niður í annar lótu. Já. Var þessi barndagi var með það þróast í gegsta þáttu? Já, jú. Hún alltaf Wang Kong, the Joker. Hún málaði alltaf eins og Jokerinn í Face-Off og svona. Hún var alltaf alveg huge favorite, sko. Já, og þótti, eins og segir, mikið sigurstranglegri fyrir barndaginn. Þannig að þetta var hlutabréfin hjá Gabrielu Fernandes ruku upp, sko. Þetta bara Bitcoin growth. Veitu, hún söppaði hana. Söppaði hana eftir að slegja hana niður. Sem mér fannst impressive. Og þegar Wang Kong geggjaði strækast. Svo var það Decision hjá Carlos Ulberg, Volkan og Vestumír. Það var góða fætt, sko. Það hefði alveg getað dottið í báðar 80 fannst manni einhvern veginn. Já, sammála. En þetta var unanimous decision á Ulberg, var það ekki? Ulberg, jú. En ég var að horfa á það, mér var Carlos Ulberg ekkert eitthvað virka ósnertanlegur eða eitthvað svona. Volkan var flottur í fyrstlótu. Það var fram og tilbaka en sást svolítið meira á smettinu á Volkan. Þannig það var eins og það og svo var það var svolítið mikið af framistöðubónurum, sko. Uncle Dane eitthvað gjafmildur. Performance of the Night á Ming Yang Sang móti Ossi Díaz. Sá þennan bara það held ég ekki. Ég sá bara highlightið en hann sló hann niður með stungu, alveg svona step forward jab og ekki þú veist, hann tók ekki eitthvað krók með hægri og svo stunguna. Það var bara nakin stunga sem sett hann á baki, sko. Nakin stunga sem sett hann á baki. Mér fannst það geggjað og svo fylgdi hann bara eftir. Svo var eitt svona shoutout sem ég langar að koma með, en það var Ming Shi á móti dömu sem heitir eitthvað Feng. Xiao Kan Feng. En hún sko doktor. Doktor Ming Shi. Foreldrar hennar vita ekki að hún keppir í MMA í alvörinni. Þeir eru ekki gegn einhverjum eyði sem þeir þurfa að sverja læknar. Svona að bara vera meiðinditt, fattar þú? Þú bara að bjarga öllum. Það í vinnunni, sko. Þú veist, það er þessi hippokrati eyður að þú eigir ekki að skaða fólk. Svo er bara damage is the number one criteria. Það er alltaf kannski verið að tala í læknarslóknum og sért ekki að sprauta þeim á mikið af þessu og hinu. En svo er bara Performance of the Night. Doktor Ming Shi. Já, þetta var geggjað, sko. Doktor með byrni hæri, eða ekki? Jú. Já, og var þetta ekki partur af þessu Nei, fyrir ekki, hún tóka með headkick. Bara geggjað flottu headkick sem hún hitti alveg clean og bara róta hana. Það er góð greinarmynda inn á Emma fréttum allt kvöldið og sem öll þessi rótök eru sínt. Mælum með að fólk tjekkinu því Emma fréttir. Það eru skemmtilega greinar, það er svona alltaf besta. Það er svona rándað upp. Farið yfir mainkartið og svo svona það sem stendur upp úr og brillum svona. En þessar gælur, voru þær ekki í þessu rót, var þetta ekki úrslitin í rót í UFC? Jú, hún fekk samning eftir þetta fyrir ekki. Sko ég er bara búin að heyra einhver að tala um að það sé miklu meiri gæði í þessu rót í UFC heldur en í töfinu. Ok, ég hef bara ekki verið að horfa hana mikið á. Nei, ég hef ekkert hort á það, sko. En allan að koma með einhver svona moment sanna, sko. Já, líka bara geggja headkick. Mér finnst það geðveikt, sko. Herru, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í bili, ég spáði slá botnin í það. Ekkert UFC næsta helgi, þannig að það verður thank God. En þú færð 8 klukkutíma ballarina í staðinn. Ég gerir kröfu að þið horfa hvern einasta barndag. Það verður allt til umræði lið fyrir lið í næstu viku. Ég leiði nú fertugsafmæli á laugardaginn á vinnum mínum. Það afmæli aftur? Nei, já. Nei, sko, ég veit að þið tengi ekki mikið við þetta. En, sko, maður getur átt vini sem eru með svona viðburði af og til
og þeir bjóða, stundum bjóða þeim manni og vilja fá mann. Ég skal prófa einhvern veginn að bjóða ykkur, þá upplýði þetta en þetta er mjög skemmtilegt sko. Ég ætla hann að læti þig halda það. Já, ok, ég fíla hann að vinnin. Ég það ekki. En jú, ég ætla klárlega að horfa á allt Battle Arena, alla 45 bardagana á tunnur á sunnudeginum. Það er planið mitt sko. Gekja. Hérna, en maður frétti verða með útsendara á Battle Arena og 5. lotan verður auðvitað með gigantíst hérna Instagram story viðtöl og svona fyrir og vond eftir og það verður ekki stemning í kringum þetta. Bara á svona stórum viðburðum þá er óbúslega mikið í gangi inn á Instagraminu og lótunni. Eins og Iceboxinu þegar Nonni var með myndavélina á lofti og bara momentin sem þú náður að grípa hann á Iceboxinu voru geðveikt. Ég horfði á þetta allt í sjónvarpinu eða þú veist í útsendingabilum. Ég var samt að skoða storyið aftur sko, tvisvar sko. Það var svo skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Það er greinlegt, maður missir ekki neinu að fylgjast bara með storyinu hjá okkur. Lótunni. Já, lótunni góð. Herru, það er auðvitað Black Friday í M-Fitness sem er einn af styrktaraðilum þáttarins. Þið getur farið á mfitness.is og versla með Black 5. Já, það er hægt að versla með afsláttukóðanum Black 5 fyrir 25% afslátt. Hrikalega skemmtilegt. Þannig að hérna, við þökkum öllum fyrir að hlusta og við sjáumst eftir að viku liðni með fullt af fréttum og sögum frá Bretlandseyjum og fleira gott. Heldur betur. Ég þakka öllum fyrir að hlusta og við sjáumst eftir viku. Takk fyrir. Þú töluði lengi Conor, ég var bara að stráka, please, bara get off it, sko. Nei, þetta er alltaf... Sko, það var svo 40 mínúna Conor. Þetta voru 13 mínútur. Eða? Og ég var bara Nei, ég var að ég gerði þetta í mynd, tóku eftir því. Ég var að fylgjast með tímanum og ég var búin að hugsa að við getum, þú veist, 15 mínútur væri kappið. En mér fannst það er þetta bara góðar umræður þetta mál. Já, mér finnst það bara skemmt. Mér finnst það bara svo leiðilegt mál það þegar ég bara Ég er sammálaður og mér finnst að svona máli ekki að koma fjölmiðla fyrir niðurstaðan liggi fyrir en sem ég er ekki fjölmiðl, hann brýtir það. Já, ég bara ég svo skemmt umræða, þetta var svona back and forth vorum svona pæli ímsu og svo vorum að hugsa hvernig réttakerfið var að virka og hver munur var á þessu vinnu. Gæinn sem að hlusta á það hann er svona, já, það finnst ég vita svona slag. Já, ég held hann bara. Education. Grætt eitthvað á þessu. Það pissa? Nei. Falla búin að pissa. Ég er ekki fallaða klósett hérna. Ég get ekki pissa, það er ekki fallaða klósett. Fallafól. Ég gef spýtjálstól ég kom valtara og varða klessu og ég bara á sjóminja safnið fallafól rúlandum á tíma spýtjálstól lóksið þig fyrir valtara og varðað klessu og ég bara á þjóðminjasafnið Ég held að fólk finnist þessi þáttu skemmtilegur sem við erum að taka. Líka bara að Steina var geggjað þægilegur í sínu þætti. Þægilegur á vegginn og svona fyndinn. Svona, og það er flott, þú veist, að hann hafði comfort levelið í að gera grína pappabrandarinn.